Já, komið heil og sæl í þennan þriðja þátt kosningasirpunar. Já, komið sæl. Birkir Karl. Það bara, við höldum áfram eins og við hófum þessa veislu á tveimur sleikjum. Já. Og áður koma gestum þáttarins, þá viljum við koma að þeim sem að gera okkur kleift að halda úti þessum, frjálsa og óháða fjölmiðli. Klárt. Það ekki sjálfsagt í dag. Nei. Arion banki að styðja við baki okkur og margir segja að það sé einfaldlega langbesti banki á Íslandi. Það verið að taka út það. Og það náttúrulega bara óháðum að það eru með besta banka-appið 8 ári röð. Já, það eru staðrið. Það ekki slæmt. Nei. Bónus berjast fyrir verðlag í landinu og þeir eru farnir að sífellt að færa í aukana að framlega eigin vörur og þær eru hverju annar betri verði ég að segja. Sammála því. Svo erum við frummerja fyrir besta fólkið. Það sem að allir ætti að drífa sig í skoðun ekki bara vegna þess að ég fer einu sinni í viku. Já, ég veit það. Þú getur reyktið á það að þeir skoði bíliðin almennilega, heldur þau bara voða notalegt að setjast í kaffibolla þarna. Þeir eru allir voða almennilegir og MG menn. Já. Ég sé alltaf, ef að rafbílinn klikkar ekki í kuldanum þá klikkar hann ekki punktur sko. Nei, og hann klikkar ekki okkur. Nei, MG bílandi klikkar seint, hafi ekki gert það ennþá og svo það nýju vinnur okkar í Airbroker sem sér af sig á Íslandi, Grænlandi og Skandinavíu í að útvega flugvélar. Engavélar, litlar þotur. Þannig að ef þið voru að velta þið fyrir ykkur hvar maður getur lykt engaþotur. Já, sumir eiga. Það airbroker.is. En að þætti kvöldsins, gestir Chessett Dark eru Jóhann Páll Jóhannsson sem leiðir samfylkinguna í Reykjavík Suður. Vertu velkomin. Takk kærlega. Fyrsta sín. Gaman að koma. Já, þetta jómfrúar ferð Jóhanns til okkar og vonandi verða fleiri og svo það Jón Gnarr sem í öðru sæti í Reykjavík Suður fyrir Viðreisn. Vertu einnig hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir. Takk fyrir að komast okkar. Gaman að fá okkur. Takk fyrir að bjóða okkur. Þetta verður veisla. Það getur verið gaman, jú. Hvernig ef við byrjum bara því, hvernig liggur á okkur? Jóhann, þetta langi dagar? Já, þetta svolítið langi dagar. Já. Það svona, maður vaknar stemma og reynir að nota tíman, stutt í þetta og mikið í húfi. Já, mikið í húfi. Mjög mikið í húfi og svona, maður að sendast hingað og þangað og fara í einhver pallborð og viðtöl og reyna að hringja þessi kjósendur þess á milli og bara alls konar. Já, klart. Jón, hvernig... Jó, þetta svakalegt, Þetta bara frá... Þetta þín önnu kosningabarð á árinu. Já, kona mín voru með fríi og ég sagði við hana ég er að hugsa að bjóða mig fram næstu alþingiskosningum og fyrir Viðreisn og ég er búin að vera að skoða þetta og heldur þetta verði ekkit mikið fyrir þig sagði hún. Nei, sagði það verði kosningar í fyrsta lagi vor Nei, ég get undan mig að setja mig inn í mál í vetur en ég náði því ekki og sem sagt búin að vera svona að setja mig inn í hluti líka á handalöpum jafnóðum og ég stundum bara alveg stektur ég á kvöldin ég bara alveg talað þá man ég ekki ég man ekki hluti sem ég á að muna ég man ekki hvað Harrison Ford heitir ég bara svona hvað heit hann sem að var Indiana Jones Já, ég ætlaði bara að segja er þetta ekki líka kannski fyrir maður aðeins í fórstakostninga var eftir en mér langar að spyrja bara þar fækst alltaf sömu 3 spurningarnar hvað þyrftir mörg atkvæði til að fara með þetta þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað hvernig ætlar að nota hvað heitir þetta málskotsréttin en í alþingiskosningum þá þarftu bara að vita allt um allt Já Nei, ég beið alltaf eftir spurningunni stýrivextir, já eða nei eitthvað bara já eða nei eitthvað, við bara út á allt eitthvað Nei, þú veist, þú getur fengið alveg bara flóknustu spurningar sem í sambandi við pólitíkina sem eru ekki út í hött sem eru lógískar og en í forseta frambóðinu þá voru flóknar spurningar yfirleitt ekki lógískar Nei, ekki beygðar á Stundum fær maður líka bara spurningar eitthvað sem maður bara stundum verður maður bara aðeins að viðurkenna vanmátt sinn Já. og getur ekki þóst vita allt Nei, það er rétt Nei En ég lendi í alveg hræðilegu atviki í gær Já, hvað með það? Á
á sambýli hjá eldra fólki og þar var eldri kona hún bauð nú alveg af sér sæmilegan þokka svona til að byrja með en svo bara allt í hennu horfir hún framan í mig horfir bara svona alveg stíft í augun á mér og segir ég sé í gegnum ykkur þið eruð ekki með neitt plan Já, það er þetta frábæð punktur Hvað getur maður sagt? Já, það er ekkert sem getur sagt Það er ekkert Hún er búin að lesa þig Þú veist, þú bara Ég sé ekki Já, Það er ýmislegt sem kemur upp á sko. Já, algjörlega Ég hef búin að eiga nokkur svona moment sko. Það kom kona inn á kosningaskrifstofunum daginn ég var þarna bara af tilviljun, ég var að sækja eitthvað sem ég hefði gleymt sem sem sagt bara minn raunveruleiki sem sagt og ef ég væri að reka eins og ég segi, ef ég væri að reka fyrirtæki þá héti það tvíverknaður EHF þannig að ég þarf alltaf að gera hluti 2 og 3 sko, sem sagt ég fyrir út í bíl og svo þegar ég fór út í bílum aftur inn sækja eitthvað sem ég glemdi og fór út í bíl þetta svona og þá stendur svona kona sem svona svolítið svona reiðileg og svo einhver á kosningaskrifstofunum og hún segir þetta, Jón, hann frambjóð hann getur kannski svarað þér já, hvað sagði, og hún sagði, hvað ætlið þið að gera í sambandi við samgöngur og Austfjörðum og ég var bara hvað ætlum við að gera eða þú veist, ég samgöngur, þetta er ekki mitt kjördæmi, þú átt að vita þetta sagði hún, já, algjörlega ég Bæta þér? Segir ekki bara bæta þér? Nei, ég meina, ég bauð henni við settumst niður og sátum hérna og ég gat svo sem ekkert svarað henni sem sagt, með einhverja samfærandi lausn á samgönguvanda Austfjarða og heldur ekki sko, hvorki vegasamgöngum né flugsamgöngum og hún var að spurja mig út í sko kerfi Icelandair af hverju hækkar flugið eftir því sem og tjekkar á því skilur Þú hlýtur nú að geta að laga það Ég sá hann bara andanum það var ég búin að eða 30 mínútur og ég var bara þetta er bara svona stundum þetta bara aldrei verið fjær því að kjósa Viðreisn Klárt og var ekki nálægt í fyrir við ætlum að byrja á því að fara eins yfir fréttir dagsins stýrivextir lækkaðir 50 punkta í morgun sem að hlýtur að teljast gleðiefni þetta mögulega bara eins og ríkisstjórnin segir alltaf koma núna verðbólgan frjálsu falli, samkvæmt Bjarna Getur við, Jón, kannski bara sleppt sem kosningum þetta alltaf koma það ekki bara alltaf koma já, mér svolítið fyndið að heyra ráðherrana svona stígu einhvern sigur dans sko, við þessu sko, vexti voru einhvers staðar þegar kjörtímabili byrjaði og þau sögðu, heyri, kjósuðu okkur þá verður þetta svona áfram þá bara varanlegt lágvaxta tímabil runnið upp á Íslandi verðbólgan 3% og stórmynda Bjarna já póster út allt, ef þið viljið halda lágvaxta umhverju kjósið sjálfstæðarlokkin, kjósið okkur og fer hún einhvern hingað sko 9.25 og jú og það er bara verið að brjóta verðbólguna á bakinn á vinnandi fólki á Íslandi á millistéttinni á heimilum með húsnæðislán og svo svona þegar ég meina stýrivextirnir eru sannarlega að virka að því leytinu til, það er verið að keyra hagkerfið nánast í kreppu sko og svo þegar aðeins vextirnir fara aðeins að gefa eftir þá ætlaðu bara eins og það ég haldi einhverja hátíð sko en ég sá, þú veist, þau voru að skrifa greinar í dag að með þessu verið að auka ráðstöfunartekjur heimila 100.000 krónur, taka sem dæmi heimili með 30 miljóna lán sko. En ef við notum sama mælikvarða sko og reiknum dæmi til enda, þá er þetta sama heimili búið að sko þá er kostnaður þess búin að aukast milljón á ársgrundvelli. Já, það er rétt. Bara á þessu kjörtímabili sko. Þannig að við þurfum aðeins að horfa á hlutin í samingi, en auðvitað er þetta gott mál að þeir séu farnir að lækka Þetta er skrefir rétt átt en þetta er ekkit ferðalag sko. Nei, og mér finnst líka sko, Sigur Ingi, hann var sko búin að setja Facebook status sko áður en að hafa komið frétt stýrivaxtalækkunum sko, mér finnst það mjög áhugavert sko, þannig að það var þeir grannlega gátt ekki beðið eftir að tilkynna þetta og mér finnst kannski líka að eins og þú segir, þegar að vexti voru háir þá var það Seðlabankanum og vinnumarkaðsmódelin að kenna, en þeir voru lágir þá var þeim að kenna. Ef þú ætlar að hreykja þér að vaxtalækkun núna, þá verður líka að taka pólitísku ábyrgðina á því hvað þið voru háir sko, og ég veit ekki alveg hvort þau eru tilbúin til þess sko. Nei, líklega ekki. Fleira í fréttum þessi til þín Jón Þorgerður Katrín var í góðu viðtali hjá Stefáni Einar í Spursmálum í gær
frábær og algjörlega Já, mjög flott. bara og Stefán frábær algjörlega frábær En þar hafa norða því að aðildarviðræður við ESB séu kannski skilyrði. það var eina fyrirsögnum sem hann gætt búið til Já. hann náði það var þetta eina súrt með Háslafstu vel. aðildarviðræður kannski En Jón, hvað segir þú? Er það skilyrði eða ekki? kannski Er það kannski? ég bara tek undir orðformansins það er kannski algjört skilyrði sko mér finnst þetta mikilvægt mál vissulega og eins og við höfum sagt við viljum klára þessar aðildarviðræður að fá umboð þjóðarinnar mér svo til að kanna hug þjóðarinnar að mista og vonandi fá umboð til að klára aðildarviðræður hann að kjósa þetta og mér finnst það bara að vera lýðræðislegu réttur okkar okkur var lofað þetta og það er þetta er bara svona atriði sem að pirraði mig mér var einhvern veginn búin að það var einhvern veginn ég hlakkaði til einhvern veginn það væri eitthvað svona moment eitthvað svona og og svo bara var það ekki og þannig að þú veist þetta er vissulega eitthvað sem að skiptir okkur máli en Viðreisn er Evrópusinnaður flokkur en Evrópusinnið er misjaflega þungt í fólki sumir taka þetta alveg gríðarlega alvarlega á meðan að kannski aðrir gera það ekki Já, og við líka verum alltaf að tala ef ég skil ykkur rétt í Viðreisn þá þeir eru alltaf að tala tvöfalda atkvæðagreiðslu ekki? Fyrst að fara í aðildarviðræðurnar og svo samningin Já sem sagt atkvæðagreiðslu það að taka upp þráðinn og klára aðildarviðræðurnar og síðan að fá einhvern samning eitthvað samkomulag og hafa síðan þjóðaratkvæðagreiðslu gefa fólki tíma til þess að kynna sér það, ég veit ekki hvað slíkur tíma á að vera langur, ár eða meira og síðan hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þá og ég segi fyrir mína parta eins og ég er hrifinn af Evrópusambandinu og hugmyndinu Evrópusambandið og svona alveg frá því bara að hugmyndin kviknar og svona epíst eins og í veröld sem var eða þú veist, þetta aldrei aftur megi Evrópa vera sundruð og svona verið að standa saman og svona, en þá er líka bara þú veist líka bara spurning svona á hvaða stað Evrópa er þú veist, hvað nú er alls konar blikur á lofti í pólitíkin í Evrópu þannig að og Bretar eru gengnir úr sambandinu og þannig að svona bara og svo er þetta bara þessi Rússi og hans lið þarna Já, Jóhann, þér náttúrulega ekkert að pæla sig þið settu þetta í skúffu eða ekki? Jú, þetta fór bara í skúffuna Nei, við erum með okkar stefnu við erum Evrópusinnaður flokkur en jú, við horfum á það þannig að það séu bara ákveðin mál sem þurfa að klára fyrst heima en ég er alveg sammála Jóni ef það er farið í svona leiðangur þá verður að gera það með tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu það gengur ekki eins og það var milli 2009 og 2013 þá var að nafninu til var þingmeirihluti fyrir því að fara í svona leiðangur en svo vorum við bara með einhvern Jón Bjarnason í einhverju ráðuneyti að gera hvað alltaf og svona hinn og þessi einhvern veginn að flækjast fyrir viðræðunum og það var ekki nægilega alvara á baku þetta þannig að það þyrfti að vera mjög skýrt og sterkt umboð frá þjóðinni til að fara í svona leiðangur. Þið myndu líklega hvorir fá kannski Gunnar Braga til að leiða þessar umræður? Mér fannst það bara ekki takast nógu vel síðast finnst þér hann var í eyðuverkunni það stóð sér nógu okkurlega þar nei ég en það er bara en eins og Jón segir Þorgerður kom nú nokkuð brottfattalist frá þessu með það að þetta er eina fréttin sem ég kom til að fundi
Já, það má og það er nú erfitt að koma áfallalaust frá Stefáni Hann er harður í hornataka. Svo- Það sem er ég þekki. enginn mætt oftar til hans á þessu ári en ég Það er bara ég er búin að vera þarna 3 sinnum Já, En hvað er ofta að fara til hans núna fyrir kosningar í viðbútt? Ég er alltaf búin já Algjörlega og já Jó, en ef við förum aðeins í samfylkinguna við nú aðeins gustað ykkur Já. í aðdraganda kosninga getum við treyst Kristrúnu Frostadóttur til að leiða þjóðuna ef hún getur ekki einu svona leitt eitt stykki lista í einu Reykjavíkurkjördæmi wow. þessi er hörð Hún er ekki eins og frá rittan, hún er frá mér Ótrúlega ómaklegt hvernig þú stillir hlutunum upp hérna Og þátturinn er rétt að byrja orð sko Það er svona leiðt að jafna það menna Ég var líka alveg viss að þú myndir láta mig lesa þessa spurningu Já, nei, ég tók ganga hérna út sko En ertu ekki ánægður samt með litin á peysun og bakgrunnum og Já, ég vil frekar að fá svona spurning og gluggatjöldin Fallegu litur hérna sko Kristrún leiðir Reykjavíkurkjördæmi norður fyrir samfylkingu og gerir það vel og ég held að hún verði alveg hrikalega góður forsætisráðherra eða fjármálaráðherra og hún er búin að rífa flokkinn í gang og hvert er að fara með þetta? Nei, þetta var ómagleg spurning Þetta var ekki Þetta var ekki vera lítil Þetta var bara góð spurning Ótrúlega að hafa sagt hana Ekki vera lítið út af þessari spurningu Þetta er samt, það er búið að gusta ykkur svo Leifur segir og þarna hún hvetur fólk til að streika út annarsæti ykkar og svo er búið að henda þriðasætinu fyrir Hafsauga Þetta er ekki ideal aðstæður rétt fyrir kosningar eða eitthvað hún náttúrulega hendi engum út í Hafsauga sko. Þórður Snær ákvað sjálfur að taka ekki sæti á þingi ef til þess kemur að ná í kjöri og já, það er nú búið að fara í gegnum þetta dagsmál líka, en svona er þetta bara það er bara Þú er engar áhyggjur af þessu? Maður hefur bara áhyggjur á alls konar hlutum sko. Já. En það sem skiptir mestu máli núna er að vinna þessar kosningar sko. Og við erum bara með ákveðið prógram og plan. Við erum með plan og sem við sjáum í gegnum þig við viljum þessi gamla kona hafði rátt fyrir sér sko. og var fann að sjá illa Já, hún var bara fann að sjá illa hún bara hefur ekki fundið planið á vefsíðunni eða eitthvað svoleiðis eða líka eldri maður daginn sem var svo skrítið að vera að tala með fólk að finna planið á access.is sko, hvað SX þannig að en ég meina eftir stendur við erum plan, við viljum fylgja því eftir það snýst annars vegar að ná niður vöxtum með því að sýna meiri festu í ríkisfjármálum sem við útskýrum nákvæmlega hvernig við ætlum að gera með því að lögfesta stöðugleika reglu með því að draga úr sóun í ríkisgeiranum og með því að afla tekna með sanngjörnum hætti og svo erum við með bráða að gera í húsnæðismálum til þess að koma í veg fyrir að fasteignamarkaðurinn fari gersamlega í klessu leið og vexti fara aðeins að mjakast niður á við þannig að og ég meina það er þetta sem við setjum á mótin og svo eru það heilbrigðismálin að laga heilbrigðiskerfið okkar og þar erum við með plan til næstu 10 ára sem snýst meðal annars að tryggja öllum fastan heimilislækni á 10 árum við byrjum á næsta kjörtímabili þá byrjum við á þeim sem eru eldri og langveikir og við ætlum að fara í þjóðarátak í umönnun eldra fólks til þess meðal annars að létta á spítalanum létta á heilsugæslunni og það er líka skapar svigrúm til þess að auka við geðheilbrigðisþjónustuna taka betur utan til dæmis bara börn með fjölþættan vanda við sjáum nú og okkar flokkar hafa báði verið að tala einmitt þessa miklu biðlista eftir þjónustu hjá stofnunum eins og greiningar og ráðgjafarstöð hjá geðheilsumiðstöð barna þetta er þetta algjörlega óbáðlegt ástand sko að börn þurfa að bíða í marga mánuði eftir því að fá greiningu og þjónustu þannig ég meina þetta eru stóru málin sko og það verður ekki farið í svona vegferð það verður ekki farið í að laga þetta nema að það komist til valda flokkar sem líta á ríkisvald og almannaþjónustu sem alvöru tæki til þess að bæta líf fólk sem líta ekki á þetta sem einhver svona óhreinindi og einhverja svona illa nauðsyn sko. Þess vegna bara get ég ekki lagt nógu mikla áherslu á það að samfylkingin þarf að fá mjög sterka kosningu í komandi alþingiskosningum og leiða næstu ríkisstjórn
Já, ok, já Þau eru betur Góð sölur í einstaka málflokkuna eftir Já, ertu með eitthvað, Jón? Nei, ég bara eins og með bara ég meina sammála Jóhanni. Nei, sko, þú veist, það er að koma upp svona leiðinleg erfið samskiptamál sko það er mjög erfitt þú veist, það er mjög erfitt að vera með eitthvað fyrirfram ákveðna ferla hvað er ég að gera þegar svona kemur upp og bara fólk er sko bara svona að reyna að gera sitt besta og reyna einhvern veginn að leysa eins og besta getur úr oft mjög óþægilegum og vandræðalegum málum og svo er það náttúrulega þegar öllu eins og Jón segir botning post þá er það málefnin sem að skipta höfuðmáli Já, ég vil líka rósa ykkur í viðreist ég meina þið hefðu geta fengið svona samfélkingarstorm í fangi nema þið því þú mættir inn með pomp og prakt og sagði bara ég ætla að vera kóngurinn og allir hinni með bara en svo einhvern veginn bara það var Stefán Einar Nei, ég meina það vita það allir sko samkvæmt sko Jung persónuleika greiningunni þá er ég INFP sko, ég er introvert sko intuition feeler perceiver ég bara er alls ekki gaurinn skilur sem að ítið eftir hliðar í tróðast fram fyrir þig þannig að sko það var eitthvað viðtöl við hönnu og bara þetta er ekki fyrsti kallinn sem ætlar að reyna að taka með sætið og svona Já, ég veit það, en þú veist, þetta er líka svona hluti svona að því að búa til eitthvað skilur þegar þú ert með einhverjar upplýsingar svona ógreinilega og þeir hringdi og þeir stilt upp við vegg sko, ákveðu svona ambús það sem að þú ert bara einhvern veginn í þín og farið eitthvað símdal og þarf að taka afstöðu til einhvers mál sko. Þannig að nei, við náðum sko bara að svona laga það og gerðum það bara strax við bara hittumst sko. Og og það sem að við vorum bara sammála það, við ætlum hvorugt eitthvað þú veist, fokka í hvort öðru sko. Það var ekkit það var ætlun hvorugs okkar. Já, og ég ætla líka bara að rósa þér, það var eitthvað vitar sem ég sá við í fréttunum held ég það sem að blaðamarinn eða fréttamarinn spurði sko, já, gerur kröfu á þetta og þá sagður bara, ég er ekki verið að gera kröfu på eitt í neitt. Nei, mitt, já, nákvæmlega, já. Þú veist, já. Sko, nei, ég hef svona bara haft það að leiðarljósi í þessu sko að ég er ekki að fara að gera sko neina kröfu, það er ekki eitthvað sko sem ég er að fara fram á eða eitthvað sem hangir á spýtunni fyrir mig sko í rauninni sko annað en sem sagt fá að vera með í þessu og síðan sko fá að vinna að þessum málaflokki sem ég langar að vinna að sem þau komið örugglega hérna inn á eftir klálega Tvær stuttar áður en förum í málaflokkana Jón, mér langar að spyrja þig átti sér stað eitthvað samtal við samfylkinguna eða aðra flokka áður en þú gekkst til liðs við Viðreisn? Sko, ég hef átt lifandi samtal við pólitík á Íslandi í langan tíma og sko hef verið sko viðriðin flokka, ég meina ég var á lista samfylkingarinnar í síðustu sveitarstjórnarkosningum í heiðursæti ásamt Ingibjörgu Sólrúnu og sko en þú veist einhverja viðræður eða eitthvað, ekkert svona formlegt þannig sko, ég meina ég sko ég valdi að fara fram fyrir Viðreisn bæði út af sem sagt sko svona tengslum við fólk þar innan búðar og sko og síðan líka að því að ég tók eins og ég, þú veist, eins hallarslegt og það hljómar skilur, ég tók svona eitthvað pólitískt próf og kom svona rátt Viðreisn, ég hafði ekkert mikið kynnt mér Viðreisn sko. Þannig ég fór svona að skoða þetta og ég bara, já, alveg rétt, já, einmitt svona... En ertu búin að prófa að taka kosningaprófi núna? Já, okay, og fyrstu Viðreisn? Já Nei, hann er búin að skipta flokk Nei, ég tók þetta á Vísi, já. Og sko
þannig að sko og ég talaði við Þorgeir, ég held ég mér sé að sagt frá þessu sko, og ég sagði við hann að þú veist, mig langar að sko að fara reyna að komast á þing til þess að vinna að málefnum barna, það sem ég kallaði utangarðsbarna þá sko, en þú veist þetta má líka kallaði olnbogabörn eða börn sem að eigundur högg að sækja einhverju hluta vegna, og að því mér langar að, þú veist, mér finnst þurfa að laga þann málaflokk og gera betur, og mér finnst til mikils að vinna, og mér finnst ég hafa mjög mikið fram að færa í því sko. Þannig að og þetta var bara, já, og eins og ég sagði skilur, bara, svo bara ég dunda við þetta í vetur og svo hittust við bara í vor. Algjörlega, sko, eitt sem við verðum að taka bara ánum við förum svo bara djúpt í pólitíkina, sko, bara klárum þess að forsetakosninga bara nokkur hratt, horfur í baksýnisspegilinn, varstu ánægður með þetta? Já, gríðarlega ánægður með þetta. Sko, þetta var alveg stórmerkilegt ferli, þetta náttúrulega sögulegar kosningar, þarna, sko, þetta á eftir að gera sjónvarpsþætti, á eftir að gera bíómyndir þetta í framtíðinni, sko, sem sagt, sko, forsætisráðherra sem sagt stígur frá embætti sínu til að skrá sig í sem frambjóðandi í forsetakosningar, og við það byrjar ríkisstjórnin að hrynja, eða sem sagt þetta eins og söngvarinn í hljómsveitinni hættir til að hefja sólóferð en hljómsveitin ákveður að halda áfram með annan söngvar sem enginn er að fíla, og það gekk ekki sérstaklega og sólóferðin misefnast, þetta er allt eitthvað bara svona, þetta er lús fyrir allir, svo glatað eitthvað, tragedía sko. Já, þetta er tragedía en líka sko komedía, tragíkomedía, orðið það. Já, og ég fá að vera þarna í þessu sko, einhvern veginn bara fluga á vegg og þáttakandi í þessu fannst mér gríðarlega fræðandi, þetta var ákveðin svona persónulegu sigur fyrir mig, fólki finnst ég hafa komið mjög vel út úr þessu, þó ég hafi ekki unnið, þá hafi ég komið fólki óvart og svona gaf mér tækifæri á að sína á mér eitthvað aðra hlið sko, og síðan annað sko var sko umboðsmaður barna og krakkarúf voru með kosningar í öllum grunnskólum landsins, og þar var ég kosin forseti barnana, sem síðan í rauninni það sem ég er að gera núna í rauninni rökrétt framhald af því, þannig að þetta er sko sama ferlið fyrir mér. Ég hugsaði sko, hvernig á ég að svara þessu, á ég að skrifa barnabók forseta barnana sem kemur eitthvað og gerir eitthvað svona fyrir krakkan eitthvað, og bara eitthvað, nei, ég er búið að skrifa þá bók mörgusinnum sko, búið að skrifa allar þessar bækur mörgusinnum, og þannig að þá bara, ok, en þá kemur þetta í rauninni, en hvað með að reyna að komast á þing og vinna, þú veist, og ég meina mín fyrirmynd í þessu var í rauninni sko, svolítið Guðrún Ögmundsdóttir, sem sagt bara að því ég þekkti Gunnu og bara og bara mikill aðdáandi hennar og sko, þannig að sko, ég náttúrulega bara forseta frambóði var svo mikill hluti af þessu heila ferli sko. Algjörlega. Og Jón Gnarr sá einu í forstakjörinu sem var réttum megin í Úkraínu. Já. Og einu sem tók upp hanskan fyrir vestræna samvinnu og alvöru stuðningu í Úkraínu í forstakonstinu. Einu voru öll eitthvað. Já, en ég menn hugsa ykkur bara ef sko til dæmis Rússar myndu ráðast á Ísland, eða einhvern hlut að taka aust fyrir því og alltaf nýta það bara sem við erum svo seig og Úkraína myndi segja, heyrðu, við sendum ykkur hermenn og vopn bara strax á morgun, myndi segja, nei, við viljum ekki sjá það, við viljum fá sáraumbúðir nóa þeim og peysur senda okkur ljóð og túspenna til að skrifa kröfuspjöld. Algjörlega, herru, förum að tala með málefnin. Við ætlum að byrja að tala við byrjum að Jóhanni við ætlum að tala áfengismálin. Ég er nú með eitt bútverðina, þið eru nú bara í klakanum góða, sem er náttúrulega langbesta sótavatni á markanum í dag. Já, klaki hundurum minn. Já, einmitt, fyrir utan það sko. Sko til Jóhanns, hvar stendur samfylkingin í áfengismálum? Viljið þið ekki leyfa innlendum vefverslunum að selja áfengi? Las frétta á Viðskiptablaðinu í dag þar sem að stendur að sé óskýr lína hjá samfylkingunni áfengismálum og ekki fekk svar frá Kristrúnu hvar þið liggið þarna, hvar standið þið? Alma er að hlusta á það, þannig að maður að passa sig sko
sko við erum svona í grunninn bara þokkalega ánægð með núverandi fyrirkomulega sko. Já, að ríkið sé að gefa okkur áfengi. Já, að þetta sé á hendi ríkisins, að ríkið sé með einokuna sölu á áfengi. Og þetta er svona hluti af bara ákveðinni lýðheilsu stefnu sko, og lýðheilsu og forvarnar stefnu. Á hinbóginn sko höfum við stutt að leyfa svona ákveðnar undanþágur frá þessu, til dæmis fyrir brugghús út á landi. Varðandi vefverslunina sko, þá var maður kannski ekkit heilar en páfinn þar sko, en maður það bara sko, það þarf náttúrulega bara í fyrsta lagi að vera eitthvað clarity það hvað má og hvað má ekki þar. Fyrirtækin hafa einhvern veginn skákað í skjóli þess að það er svona ákveðið lagalegt tómarúm þarna sem þarf að fá botn í sko. Hvar við myndum nákvæmlega lenda flokkur, en ég svo sem veit ekki hvort það yrði einhver ein hörð flokkslína þar sko. Nei, en þeir eru bara svona nokkuð sáttu kerfi. Já, við erum svona þokkalega íhaldssöm í þessum efnum sko. Já, áhugavert. Jón, hvað stendur við í þessum málum? Sko, já. Þú, eða? Sko, persónulega er mér eiginlega alveg saman sko. Hvort að sem sagt, við kaupi bjór, það skiptir með engu máli svona, svo sem hvar ég að kaupa hann sko. Og sko, mér finnst nú þjónusta vínbúðarinnar hafa náttúrulega batnað mikið sko, í gegnum árin og þetta er allt annað heldur en það var. Við viljum leyfa frjálsasölu áfengis í matvöruverslunum og sem sagt, og það kannski, þú veist, með einhverjum takmörkum skilur, kannski, þú veist, mér finnst systemið eins og ég kynntist í Texas sko, eða Houston sko, það getur keypt bjór og léttvin út í búð en svo þarf það að fara í likkarstór til að kaupa eitthvað sem er yfir eitthvað ákveðið áfengismagn sko. Ég var hrifinn af því. Já, mér finnst það og ég fór einu svona í svoleiðis verslun til að kaupa reykjavodka af því að mér langaði að bjóða einhverju fólki upp á eitthvað íslenskt, svo er þetta ekkert íslenskt Ég held að mætti alveg með liðka fyrir sko, svona sérverslunum og eitthvað svoleið sko. En ég veit ekki með að gefa þetta alveg frjálst í matvöruverslunum sko. Nei, þú veist það skeptískur Já, nei, ég meina mér finnst það sko, ég já, það er kannski, já en þú veist, svo er þetta líka finnst mér, þetta farið svona í taugarnar á mig stundum í gennum árin, sko, minnst þetta oft vera svona eina frelsismálið sem sjálfstæðisflokkurinn flaggar að allir geti keypt áfengi bara hvar sem er, sko, minnst það ekki kannski alveg endilega fyrsta mála á forgangslistanum, sko. Nei, en svo er líka áhugavert að þeir náði aldrei í gegn heldur, sko. Nei, tala alltaf það, sko. Já. Klart. Bjór í bílalúi. Já, það var reynda visla, já. Nei, ég þarf að fá ríkisstarfsmyndir rétt með björnmyndir. Já, en ég sá svolítið daginn, svo sem ég aldrei sé á þér, ég var í vínbúðinni og þar var bjór og á honum var límiði sem ástóðu ritskoðað af ÁTVR. Já. Þetta er sniltir við ÁTVR. Bónus myndi aldrei gera þetta. Nei, aldrei. Nei, og þá var þetta sem sagt að þau töldu að þetta gæti verið svona mynd sem höfðaði til barna, sko. Já, teiknimynd Þetta var teiknimynd af einhverjum fugli í flugmannabúningi. Fyrst að framleiðandi fékk ekki að birta þetta, þá ákvað hann þá sjálfur eða ekki að segja ritskoða af ÁTVR, eða það var ekki ÁTVR sem átti frumkvæða umbúð. Já, heldur að segja þannig. Það var svona. Nei, er það? Ég held það. Ég spurði starfsfólkið og ég sagði, hvað er mál? Ég hef aldrei segið þetta. Já, þetta er ÁTVR sem gerir, sagði þau, en þú veist ég Já, hvort heldur sem var, þá er það snilli Já, en þetta var alveg það var, skemmtilegt Já, sammála því Strákar, Reykjavíkurflugvöllur Jóhann Víðir Einarsson var að tala fyrir því að halda Reykjavíkurflugvölli á sama stað sammála því? Já, verður þarna náttúrulega bara ekki ókomna tíð vona ég en svona komna tíð Nei, ég veit ekki hvenær hann verður þarna bara þangað til að það finnst sko betri eða jafngóð staðsetning og það
best var auðvitað bara vera með lest á milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur sko. Já. En nú bráð vantar náttúrulega íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega Reykjavík, þannig að það væri nú heldur betur að byggja ykkur íbúð þarna. Það væri nefnilega, og það er náttúrulega væri snildið við að losna við Reykjavíkurflugvall og þess vegna auðvitað ber maður, nú þá von í brjóstið sko einhvern tíman verði hægt að finna betra plási eða bara lestan á milli en það er ekkert að fara að gerast núna í bráð sko, ekki næstu 4 árin og ekki næstu 8 árin heldur sko. Þegar þú mættir í borgina, Jón, hvað fannst þér Reykjavíkurflugvöll? Ég var ekkert að pæla í ég var að pæla í brunni við Skothúsveg sko. Mér varst hún vera aðalmálið en svo komst ég að hún var það ekki og og þetta kom mér svolítið á óvart sko á sínum tíma, fólk var svona mikið að pæla í þessu sko og líka því að ég skildi ekki við erum ekki að fara að gera þetta eftir efnahagshrunið sko að fara í eitthvað flugvallaframkvæmdir en svona því meira sem ég pældi þessum flugvelli eða sko þá fór ég nú að fá svona skýrari mynd af þessu og þetta náttúrulega flókið mál sem á sér langa sögu. Þetta land var náttúrulega að tekið eignanámi semst af ríkinu á sínum tíma og sem hefur aldrei greitt Reykjavíkurborg 1 krónu í lóðalegu og það er þarna ég myndi, þú veist, ég segi flugvöllurinn og ég sammála Jóhanni því þessi flugvöllur ekki að fara neitt á næstunni held ég en hann ætti að fara ég myndi vilja sjá hann fara í áfengum, ég myndi vilja sjá til dæmis kennsluflug fara ég er og þetta ágæta fyrirtæki sem er að kosta þátt með engaþotunar mér finnst að það allt saman að vera í Keflavík þegar þetta svo nú alveg verið að byggja svolítið í Skerjafirði án þess að flugvöllurinn farin já, það má alveg kennsluflugið og þetta já, þú veist, túristaþyrlurnar þetta er bara, já, þú veist svo munið hvernig geimför lenda á helstyrninu, það var bara svona op og svo er bara byggð já. Það væri draumurinn en að hafa hann að vera með byggð eiginlega ón á hann já, ef að skoðið það þetta var eins og kallarnir sem voru alltaf að tala um þegar við vorum að hefja þessa frægu aðföra einkabílnum það var að tala um, að það væri bara tímasmúsum sjálfkeyrandi bílar og það var byrtast bara nokkur ára. Við ættum vel að taka þessa rötur það er bara tímasmúsmál hvernig þetta leggja getum bæði verið með byggð og flugvöll og ég meina allir Íslendingar eru æðislegi bílstjórar okkur ættu þau að vilja sjálfkeyrandi bíla þú veist, ég er æðislegu bílstjóri Svo bara svo gaman að keyra líka Það er geðveikt, það er svo gaman Já, ég elska það Herru, sérstaklega MG-bílum minn Næsta spurning er á Jón og það er varandi stefnu Viðreisnar Viðreisn er með óskýrustu stefnuna af öllum flokkum samkvæmt áttavita viðskiptaráðs Er Viðreisn Spurðu mig eitthvað viðskiptaráð Já, ok Er Viðreisn stefnulaus flokkur eða jafnvel nýja framsókn? Ótrúlega næst í spurningar Þetta Velkomin í Tjessöðustak Velkomin Nei nei, við erum ekki stefnulaus flokkur og við erum nú bara verið með nokkuð afdráttarlausar yfirlýsingar aðhaldi í ríkisrekstri koma á jafnvægi rekstri ríkisins sölu eigna og lóða ríkisins formaðurinn hefur viðra hugmyndir bankasölu og nei, ég myndi ekki telja það og já, komdu með mér hvað Nei, já, ég er bara það er bara Þú getur samt ekki selt ríkisegni til að fjármagna rekstrarútgjöld Já, okkur ekki Ef þetta til dæmis snýst að fjármagna geðheilbrigðisþjónustu bara rekstrarútgjöld sem við sjáum fyrir okkur til lengri tíma Já fjármagnar það ekki með eignasölu Nei, og svo kannski líka þeir hafa líka að tala mjög skýrt að greiða niður skuldir ríkissjóðs þú getur ekki bæði áskrónu og hendinni Ég meina það er líka það er aðrir að tala að gefa þjóðinni eignir þjóðarinnar
og leiða ná niður verðbólgunni sko. Bara gefa fólki peninga og ná niður verðbólgunni á sama tíma. Já, það mjög áhugavert. Hækka bara stýrivexti. Já, bara flott. Þetta sáttur. Hækkum þessa vexti. Og skemmtum okkur heima. Já. Nei, sko, Þið eru ekki stefnuleysflokkur? Við erum ekki stefnuleysflokkur, nei. Mér finnst það ekki og þvert á móti hafa bara svona frekar skýra stefnu, en það eitt sem samt mjög athyglisvert og mér hefur verið bent á með þessa kosningabaráttu, hún ekki ekki svona kosningalofórða drifin eins og gjarnan. Nei. Það hún og ég myndi segja málefnalegri fyrir vikið það svona meira svona, hvað maður segja, meira svona raunsæ í gangi. Já, við hljótum að fagna því. Já, ég meina, ég náttúrulega bjóð til stjórnmálaflokk sem var búinn til sem paródía á loforðapólitík. Skilur, ef einhver lofaði ég bara einhver meiru. Já, íspendingarekarinn. Og sem var ansvar við fjölskyldugarði sem Framsóknarflokkurum vildi reisa í Elliðaárdal. Þá sagði ég bara íspjörn í húsdýragarinn og það var bara skilur, en mér finnst þessi. Fór það einhvern tímann í einhvern farveg? Hvernig var það? Var einhvern tímann íspjörn? Nei, hann kom aldrei. Nei. Já, til Jóhanns bara nóg í Samfylkinguna að segja að þau eru með plan og við höfum bara trúa því. Ég meina við erum með plan. Við erum ekki bara að skoða það. Já, reyndar. Ég meina með töskunni þetta eru bara 3 geggjaði bæklingar sem eru búinir til eftir 150 fundi með fólki út all land, með fyrirtækjum, með stéttarfélögum. Þetta bara alveg plan. Já. Og þetta snýstu það. Sjá bara núna fráfarandi ríkisstjórn. Þau komu inn í ráðuneytin og vissu bara ekkert hvað þau ætluðu að gera þar. Og þess vegna fór eiginlega allt kjörtímabilið í að skipa bara hinn og þennan stýrihópin og láta vinna þessa hvítbókina og grænbókina og starfshópin og senda út fréttatilkynningar að ráðuneytisstjóra sé að skoða eitthvað. Þetta það sem við viljum ekki að gerist á næsta kjörtímabili. Þess vegna erum við með plan og þess vegna skiptir máli að vera með plan við ætlum ekki að láta bara einhverja embættismenn segja okkur fyrir verkum, heldur ætlum að ganga þarna inn setja planið á borðið og vinna til því. Og þá þarf fólk líka að vita fyrir kosningar hvert planið er. Já, en þannig að þið eru að því að þið talið alltaf þetta plan og það er bara frábært og aðeins búið að gera grínað okkur fyrir það. Eru þá bara hinir flokkarnir ekki með plan? Já, það misjafnt Sumir eru bara með frasa, aðrir, ég meina eins og Sjálfstæðisflokkurinn, eiginlega öll kosningabaráttu þeirra bara búið að vera þau að væla eitthvað undan Samfylkingunni og hækka skatta og núna á Viðreisn því Viðreisn er orðið stóri kunn ætla að fara í Evrópusambandi án þess að jari skiptir máli að vera með plan Já, það er einmitt þetta er að því ef þú ert ekki með plan þá bara stýrir einhver annar ferðinni Já, ok ekki nóg að segja bara tökum bara Framsókn þið muni bara breytingar í borginni 2022 það sagði aldrei hvað hann meinti eða hvað þau ætluðu að gera en það rann hann svo bara ljúlega inn í meiri hlutan það hefur ekki breyst í grundvallaratriðum þetta er bara Nei það er rétt borgin það gerist svolítið þegar og verður að segja hlutunum svolítið hreint út hvað þú ætlar að gera á hversu löngu tíma hvernig ætlar að fjármagna það gengur reikningsdæmið upp, sína fram á það þetta skiptir máli Já, ég fæ kannski bara að spyrja ykkur báða því að þið eru náttúrulega báðir hjá flokkum sem eru í þessu Reykjavíkur módeli og hægri menn mikið vera að nota hræðsluorð að viljum við fá þetta fólk til að stýra landinu byrjum á þeir Jóhann náttúrulega þeir eru búin að vera með borgina í mörg ár fjárhagsstaðan eins og hún er af hverju ætti þetta að vera eitthvað betur á ríkissjóð Fjárhagsstaðan? Veistu hvað við gerst síðan Samfylkingin og Jón Gunnar tókum við borginni og skuldir helmingast ef við ætlum að tala skuldir og eitthvað svoleiðis og fjárhagsstöðu ég meina skoðum bara fjárhagsstöðu nágranna sveitarfélaga Einar Þorsteinsson var hjá okkur daginn og sagði bara hann var bara hissa hvað þetta var lélegt Já, það er bara kerfisbundin vanfjármögnun á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi og það er aðalega gerast vegna þess að það er svo auðvelt fyrir stjórnmálamenn í landsmálunum og löggjafarþingið að bara demba alltaf verkefnum yfir á sveitarstjórnarstigið án þess að fjármagna þau og jafnvel demba bara mjög viðkvæmri og þungri þjónustu sem skiptir okkur öll máli yfir á sveitarstjórnarstigið svo
og tökum bara dæmi af leikskólanum. Ég meina það eru allir sammála að leikskóli bara grundvallastofnun í samfélaginu. Þetta grundvallastofnun fyrir börn, grundvallastofnun fyrir vinnumarkaðinn, Foreldra, já, fyrir foreldra. Við erum með lög tekjustofna sveitarfélaga sem ákvarða það hvernig sveitarfélög fá peninga og hvernig þeir eru eyrnamerktir. Og við erum með skólaskyldu á Íslandi, það minnst 17 sinnum á grunnskóla í lögum tekjustofna sveitarfélaga, en það ekki minnst einu orði á leikskóla. Leikskólar eru bara frá því að R-listinn í rauninni fór að byrja með þetta hefur bara verið svona sjálfboðaverkefni sveitarfélag. Það hefur aldrei komið fjármagn fyrir þessu, það hefur aldrei verið gert ráð fyrir þessu í lögum tekjustofna sveitarfélag og í tekjulíkani sveitarfélaga. Og svo bara þjónusta við fatlað fólk til dæmis og þar bara staðan sú að því lengra sem sveitarfélög eru komin með að þróa þessa þjónustu því erfiðari fjárhagsstaðan af því að reikningsdæmi gengur ekki upp og hefur ekki gengið upp síðan þetta var fært yfir á sveitarstjórnarstigið. Já, heldur að þið geti breytt þessu, segjum að þið myndin að leiða næstu ríkisstjórn? Já, ég meina þetta allavega eitt af því sem við höfum sett á oddinn að reyna að höggva þennan hnút og skapa einhvern frið milli stjórnsýslustiga því ég held að fólkið í landinu sé ekkert mikið að velta því fyrir sér hvort að það ríkið eða sveitarfélagi sem veitir einhverju þjónustu. Fólk vill bara að þjónustan virki, sé sæmilega fjármögnuð og að það sé farið vel með skattpening þess. Já, algjörlega. Svo ég vitni aftur í þetta góða viðtal af Stefán Einar við formann Viðreisnar Þorgeiri Katrínu þar sem að hann reyndi að hanga hana mjög mikið á að Viðreisn hafi verið í sem meirihluta í Reykjavíkurborg. Undur halda þetta sé eitthvað til heilla eða ekki? Að hafa verið við stjórnina? Já, til heilla. Mér finnst umræðan Reykjavíkurborg og gjarnan svona pólitísk umræða mér finnst hún mjög gjarnan ósanngjörn og og rekstur Reykjavíkurborgar þá bara við til dæmis bara í efnislegum gæðum á þjónustunum sem þú ert að fá margfalt meiri heldur en í nágranna sveitarfélögum og það sérkennilega við það til dæmis það Reykjavíkurborg kemur yfirleitt miklu verð út úr þjónustukönnunum heldur en önnur sveitarfélög og ekki síst vegna þess að Reykjavíkurborg actually að veita þjónustu sem hættir að dæma með nýri ekki að veita hana þannig það ekki hægt að gefa einhvern fyrir það og stjórnsýslan í Reykjavík langfaglegust faglegasta einhver allra faglegasta stjórnsýsla á Íslandi og það má togast á rekstur borgarinnar félagaborgarinnar og svona samvinnufélagana byggðarsamvinnufélagana eins og Strætó og Sorpu og svo náttúrulega Orkuveitan þarna líka þannig að ef þú vilt fara í eitthvað skapandi bókhaldsaðgerðir fram og tilbaka þá getur þú svolítið svona dregið fram þær tölur eða niðurstöður sem þú vilt þú getur einbyttir bara A-hlutanum, sleppt B-hlutanum eða tekið bara B-hlutanum eftir því sem þér hendar þannig að og mér finnst mjög leið en mér finnst þetta ósanngjarnt oft umræðan fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar sem sagt og til dæmis þegar ég var þarna og við myndum hennar meirihluta bestaflokks og samfylkingarinnar þú veist þá borgin í sárum eftir efnahagshrun og það var bara gríðarlega umfangsmikil og vönduð vinna sem fór í gang við að bjarga borgin og ekki síst að endurreisa Orkuveitu Reykjavíkur sem var bara á þeim tíma að framleiða skuldasúpu í einhverju hátækni eldhúsi þarna niðri í það bara að vera burðugt fyrirtæki sem var að skila eigendum sínum arði þannig að ég þú veist, ég hef velt í fyrir mér skilur, þú veist, það ef þú segir bara nógu mikið skilur, Reykjavík illa rekin og hún bara alveg á kúbunu, eitthvað svona, skilur, auðvitað er það ekki gott, ég meina ef það einhver sem alltaf bara
skrifa þig og fyrst, já, hann er bara hann er síkomandi hann er bara með að sniður sig og já, hann gengur bara rosa vel og flottur, já, hann er flottur núna, var það ekki gær, eða skilur bara þetta er ákveðið svona viðvarandi nýð sem að mér auðvitað er á sko eiga stjórnendur Reykjavíkur oft skilið smá brýningu skilur en sko sem stjórnsýslu eining og sem íbúðasvæði þá erum við bara með mjög gott efni í höndunum og sem að ég er mjög stoltur af bæði að hafa fengið að starfa í borginu og fá að búa í þessari borg sko, því að bara það er meira sem virkar en það sem virkar ekki og það er líka hlutur sem að ég hef verið að tala eins og forsetaframboði sko. Við verðum líka bara að fara að stoppa hætta að tala hluti svona niður alltaf, þú veist, Landspítalann og Reykjavíkurborg og pólitík og fjár og bankana og fólk sem vil græða pening að það sé einhvers konar vitfyrringar skilur, eða þú veist, þetta bara verður og lögregluna, skilur, þú veist, bara skilur, ég hef oft talað þetta, bæði opinberlega og líka bara þú veist, eins og bara við mín börn bara umræða lögguna til dæmis, mér finnst þetta komið langt út yfir allt velsemi sko. Bara og verða þú veist draga einhverja lögreglu þjóna til dæmis gera persónulega ábyrga eða nafngreina á samfélagsmiðlum og svona, mér finnst þetta bara mér finnst þetta vera svona hlutur sem að svona við erum einhvern veginn, mér finnst bara of lítið samfélag til að við getum lyft okkur. Algjörlega. Förum í næsta máli, við tókum þetta aðeins í byrjun þáttar, þannig að þetta ætti að vera bara mjög auðsvarað og það er svona já eða nei. Þetta er smá já eða nei, af því við tókum þetta aðeins saman. Það er náttúrulega Evrópusambandi sko, og fyrstu tvær til líka en svo annað með Evrópusambandi sem langaði svo bæta við þarna en ég bara datt út sko að sko það er sko þessi afstæð, því vorst að spurja þú veist, er þetta sem sagt er þetta skilyrðislaus krafa? Já, minna er þetta sko sko okkur til fylgistaps eða veist, að vera sko afstæðan til Evrópusambandsins getur breyst mjög snögglega sko bara eftir því sem mál þróast í Evrópu og þannig að sko og eins og þeir að þróast í Bandaríkjunum líka að það er svona sko gildi sambandsins getur bara gjörbreyst. Já, ég held líka bara með Ísland og Evrópu það veltur bara mjög mikið á því hvernig fer með EES-samningin og hvað norðmenn ætla að gera til dæmis á næstu árum. Það hafa nú verið vendingar í norskum stjórnmálum sko og maður veit ekkert hvað norðmenn hafa lengi áhuga á að halda sér bara við þennan samning sko fyrir að fara alla leiðina inn og þá væri EES-samningnum bara sjálf hægt sko og þá hlýtum við að vilja fara þarna inn með Noregi sko. Já, algjörlega. Og þá bara byrjum á Jóhann bara, þú veist, eins og segi, spurði aðeins á hann en erum við ekki að við erum að standa okkur Við erum að standa okkur alveg ótrúlega vel. Við erum bæði málefnalegir og skemmtilegir og ekki alltaf sammála, sko. Nei, þetta er búið að vera allt og sammála með aðeins fara að rífast sko byrjum að Jóhanni sko ef þið komast í ríkisstjórn það er 1. desember Kristrún er mætt með lyklana verður það eitthvað fullveldistagurinn? Jú, líklega verður það eitthvað fyrsta verk ríða upp tólið, hringja til Brussel? Nei Nei, eins og ég segi sko við þetta er ekki í forgangi hjá okkur í þessum kostningum. En þegar þú segir ekki í forgangi, eru að tala um að þessu eru bara að horfa þessu kjörtíðanbili? Þið ætlaði að gera þetta þá? Gera þetta þá? Ef þið ætlaði að gera þetta á þessu kjörtíðanbili? Nei, sko, ég held sko ef ég á að tala fyrir mitt leyti og ég held já, nú ert þú Stefán ef ég tala fyrir mitt leyti og ég held að Kristrún hafi nú reynda sagt það líka, þá held ég að það væri hugsanlega skynsamlegt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða sko næstu alþingiskosningum. Við þurfum bara að koma smá skikk á hlutina heima fyrst áður við förum í svona vegferð sko. Við þurfum að ná niður þessu vaxtastíði. Við
þurfum að leggja grunna að sko hagvexti sem ekki drifin svona opbáslega af fólksfjölgun sko heldur meira af aukinni framleiðinni og við þurfum að koma betri aga á ríkisfjármálin og það eru svona ákveðni þættir sem myndur líka að gera það verkum að við stæðum miklu sterkari fótum ef til þess kæmi að fara í einhvern svona leiðangur sko. Það ekki gott að fara alltaf einhvern veginn á hnjánum sko, eins og var 2009-13 þegar við vorum einhvern veginn á hnjánum í sko, aðildarviðræðum við Evrópusambandið með ICE-málið hangandi yfir okkur við viljum ekki einhverja svoleiðis stöðu sko. Þannig að nei ekki eitthvað fyrsta verk nei, aldeilis ekki og... bara neðarlega á listanum Nei, ég held að við ættum að nota það næsta kjörtímabil til að taka samtal við þjóðina Evrópumálin og stöðu Íslands í Evrópu og kosti og galla þess að tilheyra stærra myntsvæði. Það var gerð mjög fín skýrsla 2012 valkosti Íslands í gjaldmiðilsmálum sko. Þar sem var greint mjög rækilega sko, hverjir kostirnir og gallarnir væru. Það eru liðið núna 12 ár síðan það var. Og íslenskar aðstæður hafa breyst, það hefur margt breyst í Evrópusambandinu, regluverkið þar hefur gerbreyst og mynd samstarfið að mörguleiti tekið breytingum líka. Þannig að sko ég held að svona vinna og einhvers konar samtal við þjóðina, við verkalýðshreyfinguna, atvinnulífið, ég held að það sé frekar eitthvað svoleið sem ætti að gera á næsta kjörtímabili frekar en að fara að hringja til Brussel sko. Já, Jón? Já, nei, bara alls ekki sko, við þurfum að en auðvitað það líka bara þannig að life is what happens while you're busy making other plans en sko, ég held að algjört forgangsatriði sé að koma á stöðuleika á landinu og ná svona aukinni velsæld og líka bara svona stöðuleika og síðan ef að við förum í aðildarviðræður við Evrópusambandið þá sé samningsstaða okkar sterk og eins sterk og hún getur mögulega orðið þannig að sko þetta svona, þú veist, þetta svona eins og þú veist, ef þú ert að pælja út með bíl og þú ert að pælja að selja hann eða skilurðu á ég að láta gera við hann eða á ég að selja hann eins og hann skilurðu, ég meina, mér finnst þetta bara svolítið skilurðu, og ég segi bara sko, við að svona taka til bara vel heima hjá okkur og koma góðu skikki og síðan sko þetta, mér finnst þetta ekki vera forgangsmál bara langt í frá, bara andlega heilsa fólks, bara vanlíðan batna, ég meina þegar Evrópusambandi ekki að fara kannski eitthvað að börnum á Íslandi ekki að fara að líða eitthvað miklu betur bara því að við erum hugsanlega að fara að gangi í Evrópusambandi. En við það ólíklegt. En svo náttúrulega vissulega skilur, ég neita því ekki, það vissulega fólk innan raða míns flokk sem gríðarlega spennt við Evrópusambandi, skilur við. Já, algjörlega, flokkur var alltaf stofnaður út frá því. Já, þannig að það væri að mörguleiti sko fyrir Ísland svona til framtíðar að tilheyra stöður í gjaldmiðli, stærra myntsvæði og þá með fullum stuðningi Evrópska seðlabankans. Þetta gæti verið mjög jákvætt fyrir íslenskt efnahagslíf sko og fyrir bara samkeppnisumhverfi líka að samlagast meira sko þessum innri markaði Evrópusambandsins sko. En sko ég ekki á því að sko bara sá óstöðuleiki sem við búum við núna á síðustu árum til dæmis að þetta sé eitthvað endilega afleiðingin af því að við séum með þennan sjálfstæða gjaldmiðil sko. Það ákveðin óstöðuleiki og svona flökt sko sem fylgir því að vera lítið opið hagkerfi sem mikið til auðlindadrifið sko og þá það bara spurningin hvernig þú tekur þessar sveiflur út sko, hvort þú gerir það í genginu eða hvort þú gerir það í gegnum stýrivextina eða hvort þú gerir það í gegnum atvinnuleysi sko. Og algjörlega, sko þá það næsta spurning. Og við erum líka börn náttúrunnar sko. Já, gleymist. Við erum börn náttúrunnar sko og við erum svo háð bara því hvernig náttúran að fara með okkur sko. Sko, Jón, eru þið spennti fyrir því að vinna saman þið tveir og jafnvel vinda tveggja flokka ríkisstjórn ef að það væri möguleiki?
ég segi fyrir mína part að ég mjög opið fyrir nei, Það já bara við tveir bara tvekja flokkar bara tvö ráðuneyti nei, auðvitað viðreist á samfélging Þið er þetta flotti saman, ég gef ykkur það já, takk, já, ég og mikið sammála reyndar ég er alveg, ég get alveg sagt það ég er alveg opinn fyrir því og mér finnst svona í umræðu við fólk því finnist það líka að vera fýsilegur kostur auðvitað hef ég líka bara mjög góða reynslu af því að starfa með samfélkingunni og ég var bara óbóðslega ánægður með okkar samstarf hjá Reykjavíkurborg og líka að Dagur B. Eggertsson skildi hafa hugrekki til þessa og ekki bara hann heldur hann líka allt hans fólk menn hann var mjög greinilega ráðlagt gegn því hafa sagt við hann ef þetta gengur vel þá tekur besti flokkurinn allt kredit fyrir það en ef þetta gengur illa þá voru þér kennt en sem sagt þannig að bara ég er mjög opinn fyrir því en þú veist það er líka bara kannski þú veist málefna grundvöllur málefna samningurinn Jóhann Nei, bara alls ekki Þú getur gleymt þessar hugmynd Nei, ég held að við höfum auðvitað bara unnið mjög vel saman þessi flokkar á þinginu og mjög oft verið samtaka í stórum málum samfélkingin og Viðreisn Já, og svo erum við náttúrulega saman í borginni einmitt þannig að ef þetta fer einhvern veginn svona eins og tölurnar segja okkur núna í könnunum þá þetta er mér borleggjandi að freista þess Fýsilegu kostur, klálega og ég sé ekki svona stóran málefnalegan ágreining það er helst til dæmis heilbrigðismál þau eru þarna með lækna her þarna og svona sem að hafa ekki verið einhvern veginn að missa sig eitthvað yfir engarekstur í heilbrigðiskerfum við erum aftur á móti frekar spennt það þarf eitthvað að leysa það er klárt þessi er til Jóns þú hefur oft sagst vera anarkisman leggja jafnan áherslu á dreifingu valds og eru mótfallnir miðstýringu valds hvernig getur anarkismi starfaði flokki sem er mjög hlindur miðstýrum alþjóðastofnunum á borði NATO og ESB anarchy state and utopia þetta er anarkismi er náttúrulega margþætt hugtak og hefur sem sagt margvíslega merkingu og ég einmitt, ég talaði með það eins og ég var pönkari og ég var anarkisti og þá fólk bara spyrir mig hvað og ertu á móti ég er móti reglum, ég ertu á móti umferðarreglum nei, nei, mér finnst bara anarkismin fyrir mér er svolítið einstaklingsfrelsið og þá er ég í rauninni alveg í grundvallaratriðum og anarkismin eins og skilgreining John Stuart Mill á frelsinu sem sagt að sem sagt ég megi gera það sem ég vil til að leita minna lífshamingju svo framalega sem ég brýti ekki á rétti annars fólks til að leita sinnarhamingju og síðan að velferð og hagur fjöldans gengur fyrir einstaklingshagsmunum þar að segja til dæmis ef ég er með smitsjúkdóm að þá eigi ríkið að hafa einhver tæki til að stöðva mig frá því að sækja reifpartí og þannig að mér finnst það bara fara mjög vel saman og það er með frelsið eins og að eins og með svo margt annað það er ekki raunverulegt án ábyrgðar það verður að vera ábyrgð og stjórnsýsla á að vera sem sagt virk og svona tryggja ábyrgð en til dæmis ég trúi á viðskiptafrelsi og ég held að ég trúi því að viðskiptafrelsi sé besta leið til þess að tryggja frið til langframa
og hérna sko, og ég trúi á einstaklingsfrelsi, þar að segja, þú veist, þetta með sem svo mannanafna lög að ég megi heita sem sagt það sem að ég vil og hérna, eða nokkurn megin skilur, ég get alveg fallist á það að fólk geti fundið einhverju til foráttu og kannski hérna sé einhver takmörk sett með það, en hérna þannig að sko og síðan það bara þannig að við búum í heimi sem að ekki svona Sims heimur, við búum í heimi þar sem eru menn eins og Kim Jong-un og Putin og hérna Talibanar og svona það bara vont fólk í þessum heimi og það bara hluti sem við verðum líka að takast á við. Þetta svona þú veist, þetta ég skilgreindi mig sem sko hérna sem sagt sko hérna libertarian sósíalista sem sagt frjálshyggju sósíalista sem í rauninni ekki til. Það ekki hægt að vera það, en ég gerir mitt besta. Já. Algjörlega vel svarað. Við ætlum að fara aðeins yfir í ferðaþjónustuna. Ég var enda búin að lofa að segja aldrei vel svarað aftur, en þetta var svo vel svarað. Nei, ég meina, þetta bara eins og, þú veist, ég meina, þú veist, Jesús sko boðar í rauninni ákveðin hátt anarkisma. Sósíalisma, já, og anarkisma. Ég meina það hérna fyrir utan að hann svona segir greiðið keisaranum það sem keisaran segir sko hérna, og Tolstói tók þetta allar leið og bjóð til kristilegan anarkisma sem alveg stórmerkilegt fyrirbæri sko hérna, og svona mikið til dæmis í kínverskri heimspeki til dæmis bara hérna í taoisma til dæmis finnst mér mjög mikill anarkismi sko hérna, þannig að svona já, nei mér þetta getur alveg spilað saman þetta getur alveg spilað saman sko og hérna en þú veist, við verðum samt að hérna vera vakandi fyrir vonduköllunum sko, vonduköllunir eru þarna og þeim alveg skýtsama hvort þú ert anarkisti eða eitthvað annars. Já, þeir eru ekki pælið því. Algjörlega, við ætlum að færa okkur yfir í ferðaþjónustuna og við byrjum á Jóhanni, sko, þið ætlið að hækka skatta á ferðaþjónustuna með auðlindagjöldum mun íslensk ferðaþjónusta sem eins og dýrasta í heimi nú þegar þola aukna skattheimtu af hendi hins opinbera eða verður þetta jafnvel róttæki sem gerir hana ósamkeppnishæfa? Sko, það mótsögnum það, þú talar að hækka skatta með auðlindagjöldum, en ef við erum að tala raunverulega auðlindagjöld, við erum að tala gjöld sem leggjast á auðlindarentu þá það rauninni ekki skattahækkun per se sko, við erum að tala það og þetta í rauninni bara einhver hagkvæmasta gjaldtaka sem hægt að hugsa sér að tryggja að sko fyrirtæki að sá umfram hagnaður sem verður til hjá fyrirtækjum vegna nýtingar á sameiginlegri auðlind að ríkið taki eitthvað af honum til sín sko og í sjávarútvegi þetta náttúrulega bara kvótinn, bara leyfi til að veiða sem og við erum með ákveðna aðgangsstýringu þar sko hérna voru þetta bara var ofveiði hérna á 9. áratugnum sko sem og hérna og þannig var til kvótakerfi sko til að koma ákveðnu skikka á hlutina sko og ég held kannski einhverju leyti sko séum við á sama stað sko þegar kemur að ferðaþjónustu sko til þess að geta hámarka verðmætasköpun í greininni þá þurfum við aðeins að fara að huga betur að svona aðgangsstýringu og svoleiðis og þá skulum við bara muna að sko þessar náttúruperlur okkar og þetta land sem ferðaþjónustan að nota, þetta takmörkuð auðlind og eðlilegt að eitthvað af þessum umfram hagnaði sem verður til vegna hennar skilir sér til eigandans sem er þjóðin sko en við þurfum auðvitað bara að fara ofboðslega varlega sko í allt svona að því við viljum viðhalda samkeppnishæfni og hérna og þetta er ofboðslega mikilvæg atvinnugrein og sko ferðaþjónusta hérna á suðvesturhorninu er allt önnur skepna heldur ferðaþjónusta á Vestfjörðum þannig að sko og þess vegna höfum við verið skeptísk á svona lausnir eins og að bara hækka vaskina á alla ferðaþjónustuna eins og hún leggur sig, við höfum meira vilja horfa til þess að hérna sameina svona aðgangsstýringu og einhvers konar gjaldtöku þar. Það var náttúrulega, ég veit ekki hvort þið munið eftir því, það var mikil umræðum náttúrupassa fyrir nokkrum árum sko og Ragnheiður Elín hérna, þetta gerir náttúrulega bara út af við hana pólitískt sko hérna
þannig að skulum passa okkur á þessari umræðu sko. En ég held sko í grunninn það sem hún var að boða þar það var samt í rauninni ákveðin lausn sko, sem það sem frumkvæði koma miklu leyti frá ferðaþjónustu aðilum sjálfum sko. Að það væru fundnar svona leiðir til að greiða til að rukka fyrir þessu fyrir það að fara inn á þessi svæði sko. Og ég held og norðmenn hafa verið að skoða svona leiðir núna Skotar líka ég held að við þurfum að horfa til einhverja svona lausna sko án þess að skaða rekstrar umhverfi ferðaþjónustu fyrirtækjanna sko. Sko Jón, hvað finnst ykkur? Ég meina það er ekkit, ef ég væri túristi sem ætti heima í Evrópu eða Bandaríkjunum eða eitthvað, það er auðvitað eftirsótt sem betur við búum á geggjuðu landi en ég meina við erum rándýr höndlar ferðaþjónustan og aukna skattbyrði? Já, sko ég bara játa, ég bara veit það ekki alveg sko. Sko hef ekki lesið árskýrslur ferðaþjónustunnar og hef ekki alveg svona skýra sín á sko stöðunar en við verðum náttúrulega að sko passa upp á landið okkar og að það sem sagt verði ekki fyrir ágangi og við verðum einhvern veginn að fjármagna það að tryggja sem sagt svona lámars viðhald og varnir og takmarkanir og sko sem sagt hvernig við gerum það sko finnst mér bara opið til umræðu sko og þú veist eins og bara með sem komugjöld eða vegaskatt sko ég sko já, ég bara veit það ekki sko ég bara Það þarf að fara varlega Er það ekki? Já, jú, þú veist en Við megum ekki, skilur, bara fara í gegnum eitthvað tímabil sem að við, skilur, verður síðan tímabilið sem við veltum því fyrir okkur, af hverju gerðum við ekkert á þessu tímabili, skilur. Að þetta verði enn eitt svoleiðis tímabil. Við megum það ekki. Það væri heldur ekki varfærið að gera ekki neitt, sko. Nei, það er bara, sko, þannig að við erum með einstakt land hérna, náttúruperlu og eina síðustu útstöð náttúrunar í Evrópu sem það sem er ekki, þú veist, þú getur fundið staði hérna þess að hún sér ekki mannvirki og það er ekkit svo við Nei, klárt og við eigum einstaka ásnarta náttúru og til dæmis það er ekki óalgengt að þú veist að horfa á einhverjar bíómyndir eins og Interstellar eða eitthvað svona stórmyndir og allt í sér bara eitthvað svona senur með mjög greinilega tekin á Íslandi að þú vissir það þetta finnst mér dásamlega notkun á landinu okkar og þarna erum við með business model með þessa endurgreiðslu kvikmyndir já. En ég minna þú veist þannig að ég það er nú alveg gagnrýnt Já, einmitt, það má gaggrina mér sé að ég hef verið gaggrindur skilur þannig að það má gaggrina allt Já, það má gaggrina allt sko að ég verið að taka til það Þetta leiður, Jón reyndar leitt okkur bara í næstu umræðu sem er umhverfismálin og við byrjum að þetta á Jóhanni Alltaf auðveldar að spyrja Jóhanna því að hann er búin að vera að ná þingi sko. Jónknar, hann er með smá frípassa sko til Jóhanns Samfylkingin satt hjá við afgreiðslu síðustu rammaáætlunar orkumálin voru í klemmu með vinstri græni ríkisstjórn eins og allur landin veit nú boða Samfylkingin stórfellda nýting á orku hvaða orkukostir eru það sem Samfylkingin vill nýta nefndu á alla takk sko það er nú bara oft þannig þegar það er verið að setja lög eða móta stefnu eitthvað svona meiri háttar þar sem vinnan hefur fyrst og fremst farið fram á vettvangi ríkisstjórnar og stjórnarflokkana að þá setja flokkar í stjórnarandstöðu hjá við í annarri umræðu til dæmis rammaáætlun þá greiddum við atkvæði til dæmis með því að setja Búrfellslund í nýtingaflokk ég man nú ekki alveg hvernig við greiddum atkvæði að öðru leyti en sko
þegar vinstristjórnin til dæmis setti rammaáætlun hérna fyrir 10 árum þá satt Sjálfstæðisflokkurinn ekki hjá heldur var á rauðatakkanum. Sá rauði? Já, Guðlaugur Þór var á rauðatakkanum þegar margar af þeim virkjunum sem núna eru kannski sem stefnir í að komast í gagnið á næstunni voru settar í nýtingarflokk rammaáætlun. Og Gulli hendi bara í nei? Hann hendi bara í nei og Sjálfstæðisflokkurinn og nú þykjast þau vera að voða. En hérna já, með umhverfismálin það bara alveg ljóst að hérna, það þarf að afla meiri orku á næsta árum. Það hefur oflítið gerst hérna á síðustu árum. Það var 9 ára kyrrstaða þar sem var ekki samþykkt ný rammaáætlun. Svo mætti Gulli og Raufana. Hún alltaf gerast, eða ekki? Já, það er nú búið að vera bara fast í ráðuneytinu hjá honum hérna, tillaga breytta röðun virkjunarkosta frá verkefni stjórn núna í heilt ár Þannig að hann alltaf að tala um að það hefur rofið þessa kyrstöðu sem hann í gangi Já, þó það nú væri, þau eru búin að vera í ríkisstjórninni í 12 ár hérna, og lögum rammaáætlun gera ráð fyrir að það sé samþykkt ný rammaáætlun á 4 árum fresti það var samþykkt rammaáætlun hérna, af vinstri stjórn árið 2013 og svo ekki samþykkt ný rammaáætlun hérna, fyrir en 2022 þvert á það sem lögin gera ráð fyrir jú, vissulega eitthvað 2015 þá voru einhverju kostir færið til og við studdum þar reyndar að setja Hvammsvirkjun í nýtingaflokk en þetta ágætis tæki rammaáætlun en hérna, þetta ónótæft tæki ef að stjórnmálamenn umgangast það svona ef að þeir veigra sér alltaf við að taka ákvörðun þetta auðvitað viðkvæmt það er verið að raða hérna, svæðum í einhverja flokka verndarflokk, nýtingaflokk og þetta bara mjög viðkvæmt en þetta samt þetta svona faglegt ferli það mikið samráð sem viðhaft og stjórnmálamenn verða bara að treysta sig til að taka ákvörðun á endanum og standa með henni og svo tekur við allt þetta leyfisveitingaferli og þar höfum við lagt fram ákveðnar tillögur til að flýta fyrir til að við viljum til dæmis koma á svona einni stafrænni gagnagátt og umhverfis- og orkustofnun sé svona meira leiðandi í ferlinu við viljum lögfesta tímafresti við viljum taka gjöld af orkufyrirtækjum þau eru beinlínis að kalla eftir í sjálf til þess að stofnanir hafi bolmagn til að afgreiða þessi leyfi og svo viljum við setja það sem reglu að verkefni sem hafa verið sett í nýtingaflokk rammaáætlunar séu í forgangi hjá þeim stofnunum sem fjalla þessi verkefni að það sé ekki bara kannski fullt af einhverjum smávirkjunum sem eru afgreiddar á undan meðan kannski bara þjóðhagslega mikilvæg verkefni sitja á hakanum þannig að við höfum kynnt bara konkrét tillögur um hvernig megi flýta og einfalda ferlið án þess þó að slá af eðlilegum kröfum vandað umhverfismat og almenningssamráð svo spyrðu kostina mér finnst það ekki endilega að vera við erum með þetta ferli, þetta rammaáætlunarferli sem gerir ráð fyrir því að fyrirtæki, setji svona í púk þá kosti sem þau sjá fyrir sér að séu arðbærir og raunhæfir og svo fer það í gegnum ákveðið samráð og svona og kemur eitthvað út úr því og ég meina eins og ég sagði áðan verkefnisstjórn rammaáætlunar það komið meira en ár síðan hún lagði fram tillögur sem hafa svo bara setið fastar í ráðuneytinu hjá Gulla það sem við viljum gera okkur finnst eðlilegt að því það er alltaf þetta er svolítið, þessi umræði er svolítið erfið þetta er svona svolítið öskurkeppni annars eru það þeir sem segja það þarf að tvöfalda orkuframleiðslu strax annars fer allt til andskotans og svo eru það hinir sem segja bara það þarf ekkert að virka Þið settu nú heldur betur metnaðarfull markmið við getum bara að loka álverum, segja hinir já, við erum samt þarna svolítið mitt á milli við erum samt þarna í miðunni og þau markmið sem við settum þau eru bara nokkurn veginn í takti við bara þær orkuspár sem til dæmis Landsnet hefur lagt fram sem gera ekki ráð fyrir einhverju aukinni stóriðju gera ráð fyrir því að það verði góður gangur í orkuskiptunum á næstu árum. Okkur finnst það mikilvægt að því við viljum standa við þau markmið sem hafa verið sett í loftslagsmálum. Við viljum stefna að því að ná fram kolefnishlutleysi 2040 og þá þarf að halda áfram orkuskipta prógraminu og svo ég ætla að segja það bara hreint út líka þetta snýst ekki bara orkuskipti og raforku öryggi heldur snýst það líka verðmætasköpun. Við viljum halda áfram að byggja upp landeldi og við erum ekki í hópi þeirra sem
fjargviðrast yfir því að það sé einhver gagnaver á Íslandi sko. Gagnaver eru bara mjög mikilvæg sko, og það er ekkert mikið verið að grafa eftir rafmyntum þar lengur skils mér, og ég held að það séu bara fyrst og fremst eru gagnaver mikilvæg upp á gervigreind og aðra svona þróun, og þetta er hátækni iðnaður sem er þetta er háframleiðni grein, og við viljum stefna að því og kallar ekki á stórfelldan innflutning á vinnuafli eða eitthvað svoleið sko. Þannig að þetta er bara okkur finnst þetta jákvætt, þetta eru útflutningstekjur þannig að sko já, en við þurfum bara að halda áfram að ná samt þessu jafnvægi sko, við viljum heldur ekki fórna náttúruperlum, og það væri líka fjárhagslega galið sko, af því við viljum líka reiða okkur á ferðaþjónustuna áfram, og þannig að þetta er bara ákveðin jafnvægislist, og rammaáætlun er tæki til þess að rammaáætlun gerir bæði ráð fyrir eitthvað sem sett í nýtingaflokk og eitthvað sem sett í verndaflokk og sé þá friðlýst. Þannig að sko við viljum halda áfram að styðast við þetta, en það kalla þá á að stjórnmálum með þori að taka ákvarðanir, og það er það sem við vantaði í tíð þessarar ríkisstjórnar sko. Já, Jón, hvað vil Viðreisn gera þarna? Jó, við bara sko viljum sko virkja og við viljum sko svona líka svona stóla svolítið á sko fjölbreytileika í virkjana kostum sko, og það er ekki nægilegt rafmagn framleitt á Íslandi til þess að fullnægja raforku þörf til dæmis í orkuskiptum sem að fyrirhuga eru, og mér finnst óásættanlegt að við séum til þess að framleiða en þá raforku með díselolju en sko síðan þú veist, og þessar umræður til dæmis vindmyllur sko við erum ekki mótfallin vindmyllum, en það skiptir máli hvar þær eru, hver á þær, og kannski ekki íbúabyggð. Hvað sérðu? Kannski ekki íbúabyggð og og helst ekki skilurðu það sem að það er valda sjónmengun á okkar fallegustu svæðum, en svo er það líka bara alltaf þannig að sko sambúð manneskju og náttúru er alltaf einhvert ákveðið samkomulag, og sko það er mjög göfugt að hugsa til þess að við getum bara legið í þara og prjónað og einhvern veginn verið glöð, en það bara er ekki þannig. Við okkur vantar hita og okkur vantar orku, okkur vantar mat, og við þurfum að lifa, og við viljum vera heilbrigð, og þá þurfum við að nota náttúrulega auðæfi og náttúrulega gæði til þess, og síðan er alltaf samningsatriði upp á hvað miklu magni á að gera það, og reyna að stóla sem mest á sjálfbærni. Þannig að sko ég hef nú til dæmis bara pælt í, þú veist, hvað með kjarnorkuver, okkur getum við ekki talað um kjarnorkuver, og ég held að bara á næstu, ég meina Finnar er að fjölga kjarnorkuverum hjá sér, Þjóðverjar er að fækka allum kjarnorkuverum hjá sér, en sko kjarnorka er náttúrulega kannski ekki það sem að hún kannski hefur ekki gott orðspor, en ég held að séu tækifæri í henni til framtíðar, þó við fyrir ekki að gera það núna, en sko þannig að sko ég held að sé bara til mikils að vinna fyrir okkur, og eins og Jón nefnir gagnaverin, sko, þú veist, við þurfum starfsemi á landinu sem skapar atvinnu og tekjur, og eins og þú veist,
og við verðum aldrei alltaf sammála hvernig við ætlum að gera það og hvar að gera það og en það gildir mestu að vera með pólitíkusa sem sko sem sagt hafa þolinmæði til að safna upplýsingum og taka síðan ákvörðun af því og það svo mikið það sem pólitík gengur út á að taka ákvörðun og vita það og þú ert eftir að sitja í einhverju viðtal eftir 5 ár og vera spurður gerðurðu mistök, var þetta röng já, þú veist, en meðan við þar upplýsingar sem ég var með í höndan á þessum tíma þá tók ég þessa ákvörðun og hún var rétt á þeim tíma skilur og þannig að sko ég og það er mjög stutt í miklar tilfinningar og sko svona og margt fólk sem hefur miklar skoðanir og mikið vit á einstökum hlutum þessa ferlis alls saman sko og og sem sagt þú veist, hefur komið aðna og bara nei, þá skaltu fara veist, og þá ég að fara að labba einhvern 6. göngutúr til Kilvítina en þú veist sem ég bara en þú veist sko og ég ég trúi á svona þú veist á svona á svona sem fjölbreyttasta orkugjafa þannig að þú veist ef að rignir ekkert nú erum við að tala loftslagsbreytingar sem við vitum ekkert almennilega hvaða áhrif munu hafa hér það er sem sagt það er ekki allir á eitt sáttur með það og til dæmis ef að rignir ekki og minnkar í lónunum og svona en kannski hvessir þá höfum við vindmylur sem bæta eða skilur við eitthvað svona sem vinnur saman í einhver svona skynsamlegri lausn og sko þannig að við erum svona held ég að virkja meira sem að raunsæja og bara sem sagt sko svona innan þessara eðlilegu marka sem að áætlanir okkar gera ráð fyrir sko. Algjörlega. Við erum komnir í næst síðasta umræðefnið fyrir kosningaprófið hans Leifs og rittaraspurningarnar, þær voru heldur margar sem alltaf gaman og við þökkum aftur rittarunum fyrir að vera að senda inn aðsetta spurningar nokkrar eru nú þegar í handritinu og bráðum þurfum við ekki að gera neitt láta bara gerðvirkjarnar að lesa spurningarnar upp fyrir okkur við erum komin í skattana og það er kannski svona helst það sem að þessi flokkar eru kannski ekki alveg sammála ég ætla að byrja á Jóhanni eins og áður Samfylkingin er með plan að hækka fjármagnstekjuskatt úr 22% í 25% haldið þið í alvörun að þetta sé eitthvað sem landin og þjóðin sé spennt fyrir? Já, þú gleymdir að botna vísuna því við ætlum að hækka úr 22 í 25 en leið að stilla frítekjumörkin þannig að skattbyrði millistéttarinnar aukist ekki Þetta kemur mjög skýrt fram í planu Já Sko Þú eru ekki allir hlustendur búin að lesa allt planið Nei, akkurat ég meina við skulum bara vera hreinskilin Það er aldrei gaman að hækka skatta og ég fór ekki í pólitík til þess að hækka skatta sko. Staðan er bara þessi Ríkissjóður er rekinn á yfirdrætti og það stefnir í að verði rekinn á yfirdrætti í 8 ár óbreyttu Við erum með sko, mjög þunga og viðkvæma þjónustu sem er vanfjármögnuð meðal annars þjónustu við börn það er verið að setja börn inn í sko fangaklefa á lögreglustöð af því að kerfin okkar virki ekki og hafa verið fjársvelt Þetta er það að tala um útlendingamálina? Nei, ég er að tala um eftir það sem gerist á Stuðlum lögreglustöðinni ég held að vera að tala um sko við erum með þessa löngu biðlista við erum með heilbrigðiskerfi sem er ég hef nú bara rætt við fólk sem starfar í heilbrigðiskerfinu og segir að ástandið hafi aldrei verið jafn slæmt og núna, en það er bara búið að hrópa svo mikið í svo mörg ár að það eru allir orðnir ónæmir fyrir þessu sko. Fólk sem trúði því ekki að ástandið gæti í alvörunni orðið verra heldur en það var. Ég hef aldrei heyrt að heilbrigðiskerfið segja góð mál. Er það kannski bara að það búið að fjársetta þessi ár? Nei, kannski er það líka vandamálið bara. Að starfsaðstæður eru slæmar, fólk treystir sér ekki til að koma heim og vinna í því. Maður er alltaf að hitta fólk sem
lærði að verða hjúkrunarfræðingar en vinna við eitthvað allt annað og svo ég meina, og það eiginlega sama hvar mann ber niður og við setjum, það finna þær í þessum kosningum, við setjum nánast á hverjum degi í pallborðum, allir stjórnmálaflokkar það sem með hagsmunasamtökum, með stofnunum, þar sem allir flokkarnir eru sammála að það þurfa að stórbæta þjónustuna, að það þurfi að auka útgjöld í þetta og hitt, það þurfi að styrkja almannatryggingakerfið, gera betur við öryrkja, hækka ellilífeyri helst bara á við lágmarkslaun, alls konar svona atriði, þar sem flokkarnir eru sammála eiginlega allir að lofa öllu fögru, lofa alls konar útgjöldum. En svo leið og einhver flokkur talar að til þess að geta staðið undir þessu þá verði ekki nóg að fara bara betur opinbert fé, heldur þurfi líka hugsanlega að laga til einhverja skattprósentur aðeins. Þá verður allt vitlaust sko. Hækka skatta. Nei, það snýst bara að afla tekna og í þessu tilviki þá erum við að tala bara aukið jafnræði í skattheimtu. Það er ósanngjarnt að tekjuhæsta fólkið á Íslandi greiði lægri skatt, greiði lægra hlutfall af sínum tekjum í skatt heldur millistéttin á Íslandi, það finnst ykkur það ekki fólk sem með kannski 100 milljóna að greiða sér arð á hverju einasta ári sko, greiði lægri ef ég lækni með rúma 2 milljónar mánuðir þá ekki hver króna sem ég afla mér ég afla mér 2 krónur og 1 króna fyrir skatt ef ég lækni með 2 milljónar mánuði Akkurat, ef þú ert lækni með 2 milljónar mánuði þá það einhvern veginn þannig en ef þú ert bara fjármagnseigandi ef þú ert með fyrirtæki og ert fyrst og fremst að greiða þér arð á hverju einasta ári, þá greiður miklu lægra hlutfall af því í skatt. Þetta ósanngjarnt. Og þetta það sem við erum að tala þegar við tölum EHF-gatti, þá erum við ekki að tala að hækka skatta á pípara og hárgreiðslu fólk. Við erum að tala að en þið tölum 1,3 þeir sem eru með undir 1,3 milljónar mánuði, þeir mun ekki finna fyrir þessu en það er nánast bara meðalun í landinu sko. Nei. 900 milljóna eitthvað og þeir sem eru þarna rétt yfir finna nú eiginlega ekkert fyrir þessu en þeir sem eru með 20 milljóna þeir sem eru með marga 20 milljóna á ársgrundvelli þeir munu greiða aðeins meira í skatt okkur finnst það bara samkjönd það þarf einhvers staðar að finna tekjurnar og þar leggjum við áherslu á þetta og hins vegar auðlindagjaldtökuna sem einhver bara hagkvæmasta gjaldtaka sem hægt að hugsa sér og við ætlum ekki að ljúga því að þjóðinni að það sé hægt að bara einhvern veginn gera allt fyrir að það sé hægt að stórbæta þjónustu að það sé hægt að ná niður skuldum ríkisins að það sé hægt að ná niður verðbólgunni og vöxtunum og að það sé hægt að koma skikka á afkomu ríkissjóðs án þess að hreyfa til neina skatta það væri bara ekki hitt annar mál að venjulegt fólk á Íslandi Þetta planið, ég skal gefa ykkur það, þetta gott Akkurat, og við viljum bara segja hlutina hreint út hitt svo annar mál að venjulegt vinnandi fólk á Íslandi launafólk á Íslandi það hefur búið við það núna á síðustu 10 árum að skattbyrðin hefur þyngst og þyngst skattbyrði í dag skattbyrði langflestra tekjuhópa á Íslandi umtalsvert þyngri í dag heldur nú var árið 2013 Þetta sína gögn Hagstofunnar. Allir sjálfstæðismenn segja að allir skattar hafa verið lækkaðir. Já, þau og það nú reyndar það búið að marghrekja þetta að því þau einhvern veginn þau taka punktstöðu og ímynda sér að engin laun hækki og reikna út frá því einhvern veginn gera ráð fyrir að laun hreyfist ekki en allt hreyfist bara út frá verðlagi og álykta út frá því að skattar hafi lækkað en það verður auðvitað að skoða þegar ég tala skattbyrði að skattbyrði hafi þyngst þá ég ekki að tala það hversu marga krónu fólk greiðir í skatta heldur ég að tala skatta sem hlutfalla af heildartekjum og bara venjulegt vinnandi fólk greiðir í dag hærra hlutfall af tekjum sínum í skatt heldur það gerði árið 2012-13. Þannig að kaupmáttur hefur ekki aukist? Jú, kaupmáttur hefur aukist en skattbyrði hefur líka aukist. Og þess vegna segi ég meina ofan á þessa þyngingu á skattbyrði þá bætist auðvitað þessi gríðarlegi vaxtakostnaður og með hliðsjón af þessu þá var það ákvörðun okkar að bara lofa því fyrir þessar kosningar að það stendur ekki til að hækka tekjuskatt, það stendur ekki til að þyngja skattbyrði venjulegs vinnandi fólks meira en orðið það væru bara röng skilaboð og það væri óréttlátt eftir allt sem á undan gengið
og þess vegna erum við að fara þessa leið, að fara í sko allra hæstu tekjurnar, fjármagnið og fara í auðlindarrentuna af auðlindum sem við eigum saman. Já, og þið ætlaðu að fara úr 10-20 milljarða í veiðgjöldum ekki? Jú, áreindar frekar löngu tímabili. Já, algjörlega. Sko, áni kemur Jóni bara, eins og segi, ég ætla allavega bara að hrósa Samfylkingunni það að þeir segja bara að þetta gera hlutina, en þið eru líklega ekki að reyna að sækja ykkar atkvæði til fjármagnseigenda eða hvað? Við erum alltaf að tala við fjármagnseigendur sem sjá lógíkina í þessu og vita að til þess að geta vaxið þá þarf að fjárfesta og til þess að geta fjárfest núna þegar ríkissjóður hefur verið rekinn á yfirdrætti allan þessa tíma til að geta fjárfest í vegasamgöngum án þess að raska efnahagslegu jafnvægi, án þess að raska afkomu ríkissjóðs meira en orðið þá þarf að afla tekna og fólk skilur bara fólk veit að það fær ekki allt fyrir ekki neitt og fólk veit að og ég meina Kristrún Frostadóttir hefur sko farið á fund hjá nánast hverjum einasta Kristrún hefur farið og hitt sko stjórnanda hvers einasta stór útgerða fyrirtækis á Íslandi hort framan í hann og sagt þú ættir að fara að gera ráð fyrir því í þínum rekstrar áætlunum að veiðigjöldin hækki á næsta árum og þeir hafa aldrei hitt svona hreinskilin stjórnmálamann en margir þeir að fatta líka bara að þetta réttlátt að til þess að geta haldið áfram eins og ég segi, að fjárfesta og byggja upp kerfin okkar, þá þarf að afla tekna og til sameiginlegu auðlind. Sko, Jón, Þorgerður hefur talað fyrir að einmitt allavega, hún lofi, svo ég vitni aftur þetta góða viðtal hjá henni Stefán Einar, hún sagði við ætlum allavega alls ekki að hækka skatta, ég ætla ekki að lofa skattalækkunum, þið töluðum á honum að þið getur unni vel saman. Þarna eru við að komin í einhverja Já, þarna sko, við höfum ekki hyggju að hækka skatta og en sko, svo það nú þannig að við erum að reyna að reka okkur hér á þessu landi og svona fjármagna innviði og við erum með svona ákveðnar skoðanir á því hvernig best sé að gera það og þú veist, og ef við myndum fara í samstarf við Samfylkinguna þá væri þetta eitthvað sem við þyrftum að takast á en við höldum aftur á móti og teljum okkur hafa fullvissu fyrir því að við getum sko í staðin fyrir skattahækkanir að þá getum við farið í innviði ríkisrekstusins og einfaldað og til dæmis farið í svolítið kannski góðar sameiningar á starfstöðum. Við erum með einhverjar 160 ríkisstofnanir sem að væri eflaust hægt að sameina og fækka og ná fram hagræðingu og svo eru líka tækifæri í sko svona innkaupum ríkisins og það sko það sko eitthvað sem að við horfum miklum löngunar augum til sko en sko þú veist, já en svona Þið vilja ekki eitthvað skatta? Nei, en þú veist, en síðan sko með auðlindagjöldin sko það að segja sko sem útgerðin hvað útgerðin greiðir fyrir að fá að nota auðlindirnar, það annað mál sko. Já, og það ekki svo ég ætla ekki að vera bá svona mínu skoðunum en ég held við getum allir að tekið undir það er ekki skattur, þú ert að borga fyrir að fá afnóta einhver eign sko, þannig að það er ekki alveg það sama sko. Nei, en sko sem sagt en þetta snýst náttúrulega bara þú veist hvernig ætlum við að fjármagna allt þetta sem okkur langar til að gera og sko sem eitthvað sem við bara verðum að gera sko, og ekki bara eitthvað sem okkur langar eins og bara í heilbrigðismál ef við gerum ekki neitt þá munu útgjöld sjálfkrafa stór aukast sem hlutfall af verklandsframleiðslu bara vegna aukins lyfjakostnaðar vegna aukinnar hjúkrunarþyngdar vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar þannig að þarna þurfum við að hafa vaðið fyrir neðan
okkur sko, og fjárfesta. Við þurfum til dæmis bara að fjölga hjúkrunarrýmum, alveg mjög hratt sko, af því annars fyllist spítalinn, annars bara stíplast spítalinn eins og hann hefur verið sko, og það er miklu dýrara að láta eldra fólk hírast á hátækni sjúkrahúsi heldur en í hjúkrunarrými eða með stórbættri heimaþjónustu. Þannig að sko, það er svo margt sem hægt að gera til þess að fara betur með fjármuni. Við höfum verið að tala fyrir því að koma á svona innri endurskoðun hjá öllum stærri ríkisaðilum, að það sé bara passað upp á það í rauntíma að það sé farið þess vel með takmarkað fé og hægt er. Við höfum líka verið að tala fyrir því að fá sko erlenda sérfræðinga til að rýna allan ríkisreksturinn og skila hvítbók hagræðingu ríkisrekstri, sem myndi þá bara skapa ákveðin umræðu grundvöll sko fyrir það hvernig sé hægt að fara betur með fé. Svo hefur við verið að horfa á sko opinberar framkvæmdir. Það hefur verið mjög mikið sóun þar og maður heyrir ótrúlegustu sögur bara þegar maður á þingi og í fjárlaganefnd og svoleiðis af sóun í opinbera geiranum. Þannig það er mjög margt þarna sem hægt að gera til þess að fara betur með fé og eins þegar kemur að því að halda áfram sameiningu stofnana. En við teljum að það þurfa að gera allt þrennt. Það þurfi að fara betur með fé, það þurfi að afla tekna með sanngjörnum hætti og svo þurfum við að fjárfesta til þess að auka verðmætasköpun sko. Og og það svolítið það sem þessar kosningar snúast sko. Hvernig ætlum við bæði að búa til stærri köku og vera með sterka velferð, hvernig getum við sameinað þetta sko. Já, og svo er líka bara sko, þú veist, þetta sko, til dæmis þegar við klárum Landspítalann og erum með fullkomið hátækni sjúkrahús á heimsmælikvarða, þá verðum við líka að fá fólk til að vinna þar sem að sér hag sinn í því að búa á Íslandi, og það getur vel verið að það fólk, og ég veit margt af því fólki myndi teljast hátekjufólk, og þá bara spáir það í bara hvað er ég að fá mikið fyrir skattin sem ég er að borga á Íslandi versus skattin sem ég er að borga þá í Lundi eða í Stokkólmi, skilur við, hvaða lífsgæði er ég að fá í staðin, og þetta er bara hluti af því að þú veist, að vera samfélag bara, af því að þetta bara til dæmis líka bara, til dæmis það voru mikið lífsgæði hér áður fyrr fólkin í því að sko að þú sko varst einhvers staðar í útlöndum í námi og með börn og svo fluttur heim vegna þess að ekki síst að því það voru svo mikið lífsgæði fyrir börn, það var svo mikið öryggi og allt það sko það er farið að molna svolítið undan því og þannig að sko við erum svona, þú veist, það er í bara svo gríðarlega mörg horn að líta og en þú veist öll viljum við róa þessu sama marki, skilur að búa til góð lífsskilyrði á Íslandi og allir geti verið glaðir, eða svona flestir geti verið sem mest glaðir. Algjörlega, ég með eina á Jóhanni viðbóttirna, var þetta mál fyrir að síðu setna endan hjá okkur, er tómthússkatturinn að skerða eignarétt fólks, af hverju má fólk ekki gera það sem vill við sínum eignir á þess að ríki sem er óþarfa inngrip? Já, tómthússkatturinn, sko, það sem við erum að tala hérna þetta er rauninu hugmynd sem við stálum úr sko húsnæðisstefnu ríkisstjórnarinnar úr húsnæðisstefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og VG lögðu fram og fengu samþykkt á Alþingi og það sem við kallum tómthússkatt við erum að tala að heimila sveitarfélögum að leggja sérstakt fastegna skatts álag á íbúðir þar sem enginn er með skráð lögheimili og þar sem er enginn langtíma leigusamningur og þetta er bara eitthvað sem mörg sveitarfélög á landinu hafa kallað eftir, sem sveitarstjórnarfólk úr mörgum flokkum sem maður hefur rætt við hefur verið að kalla eftir ég sé ekki alveg hvað þetta hefur með eignarétt að gera, ég meina ríkið hefur líka bara mjög víðtækt skattlagningarvald samkvæmt lögum og stjórnarskrá sko og það er ekki verið að skerða frelsi eins heldur sitja ákveðnar heldur, þetta snýst heimil til sveitafélaga, ekki til einhverja meiri háttar inngripa, heldur til að vera með örlítið hærri skattprósentu á kannski
einhverja íbúðir sem einmitt nýtast ekki sem heimili fólks heldur sem til dæmis fjárfestingar vara sko, eða mér finnst þetta bara vera sanngjarnt og eðlilegt og okkur fannst þetta skynsamlegt í húsnæðisstefnu ríkisstjórnarinnar. Ég var mjög gaman að því að sjá Bjarna vera eitthvað voða fúlan yfir þessu sko. Hann og allt hans fólk samþykkti þennan tómthússkatt á Alþingi sko. Þannig að og bara og hérta tómthússkattur nei, tómthússkattur ég sé hugtak sem þetta svo gott sko, þurrabúðar tómthúsmenn sko, þetta skemmtilegur orðalegur sko, ég held að Davíð Bjarnason hefur búið til þetta Já, algjörlega síðast umræðpunktur á fyrir mig í kosningaprófans Leifs Hvað er spennt fyrir kosningapróf? Já, Leifsarinn er búin að vera að kukka í allan dag Ég hata þessi kosningapróf Kemur ljós hverði lenda á eftir Já, nú glemum að væri Er þetta svona hraða eða? Já, þetta er að þreytast sem pólitíkus var að lenda í sig núna já, nei, eitthvað þetta er skemmtilegt sko Já Við ætlum að reyna að vera stuttir í svörum það er efnahagsmálin sko, byrjum að Jóhanni stundu tala samfélkingin eins og verðbólgan sé úr lausu lofti gripin Ríkisstjórnin ber vissulega ákveðna ábyrgð með miklu fjáraustri en þó er ekki hægt að líta fram í hörmungum í Grindavík og áhrifum þeirra á hagkerfið. Í ljósi gagnrýnisrata hefði samfélkingin ekki brugðist við eins og reynt að bjarga Grindavíkurbæ og styðja við íbúa með tilnefnandi kostnaði, 100 milljarðar. Jú, þegar jarðhræringarnar byrjuðu í Grindavík þá settum við fram bara ákveðin prinsip sem við stuttumst við í umræðinu og Kristrún Frostadóttir birti grein einmitt 3 grundvallar prinsip málefni Grindavíkur. Eitt af því var að það þyrfti að fjármagna stuðninginn við Grindvíkinga og það þyrfti að fara í sérstakar mótvægisaðgerðir vegna svona fyrirséðra áhrifa á húsnæðismarkaðinn. Þetta er það sem hefði verið ábyrgt að gera strax. Ríkisstjórnin brást hins vegar við þessum tillögum með því að segja, og þetta voru talsmenn ríkisstjórnarinnar að segja á samfélagsmiðlum og í pontu Alþingis jafnvel, að það þyrfti ekki að vera að hafa ágjörð þessu. Það væri bara 1% landsmanna sem byggi í Grindavík og þetta myndi hafa svona óveruleg áhrif á fasteignaverð og annað. Hvað gerði svo? Jú, ég meina þetta kynnti undir fasteignaverðshækkunum. Þetta gerði það verkum að verðbólga varð ennþá þrálátari heldur en útlit var fyrir. Og þá einmitt fóru stjórnarlegar einmitt að segja í viðtölum sko verðbólgan er ekki okkur að kenna, þetta er út á Grindavík. Já. Þannig að það var akkurat það sem við óttuðumst að fólk væri einmitt einhvern veginn að kenna aðgerðin vegna Grindavík verðbólguna sko, sem bara ekki góður bragur á. Þannig að það eru auðvitað margar ástæður fyrir verðbólgunni og það væri líka ósanngjarnt að láta eins og þetta sé allt saman ríkisstjórninni að kenna eða þessir háu vextir yfir svona langa tíma þetta sé allt saman bara ríkisstjórninni að kenna. Það breytir því ekki að það er ríkisstjórn sem ber ábyrgð á því samkvæmt lögum opinber fjármál að tryggja efnahagslegan stöðugleika og leita allra leiða til þess og ef ríkisstjórnin sinnir þess ekki almennilega þá bara verður það fyrst og fremst í verkahring Seðlabankans að hækka vexti ennþá meira heldur en hann hefði ellegar þurft að gera sko. Þannig að ríkisstjórn þarf að beita tækjum ríkisfjármálana til að vinna gegn þenslu og við vorum farin að kalla eftir því strax bara í ársbyrjun 2022 að ríkið stígi fastar inn og að ríkissjóður yrði svona rekin af meiri varkárni bara þegar sko áhrif heimsfaraldursins voru að fjara út og þegar atvinnulífið var að taka við sér þá voru strax merki það að það myndi myndast alveg svakaleg spenna í efnahagslífinu sko. En allt þetta var hunsað og í fjárlögum ársins 2023 þá var samþykktur alveg svakalegur halli þá var farið í að sko snarauka hallan við meðferð þingsins á fjárlögum. Við vöruðum eindreiði við þessu, Seðlabankinn var eindreiði við þessu. Ég sagði í pontu, vill ríkisstjórnin bara halda vöxtunum svona háum, vill hún að vextir hækki ennþá meira en orðið er og það er akkurat það sem gerist í kjölfarið enda hafði Seðlabankinn varað við sko. Þannig að sko ef þú rekur ríkissjóð lengi á yfirdrætti og ef þú tala líka sem fjármálaráður eins og fjármálaráður gerði á þessum tíma ef þú tala bara nánast eins og verðbólgan komið ekki við sko að það sé ekki í verkahring ríkisfjármálin að vinna gegn verðbólgu heldur sé að bara Seðlabanki sem hefur gerað þá hefur það þetta áhrif á verðbólgu vænt Svo er það líka í DNA sko já, svo kom sú kenning sko
Þetta er út í DNA-inu okkar. Öskunni í eldin, fyrst var það ekki verkaringisólfun og svo var það komið í DNA Íslandi Já, þetta fór verka síðan. Já, pælið í þessari klikku sko. Og svo eru þeir núna sko, þegar loksins eftir allan tíma stýrivextir aðeins mjakast niður þó að nú væri, þá eru þeir að stíga sigur dansi við því sko, og vilja helst bara við klöppum fyrir þeim sko. Já, algjörlega. Þetta er crazy sko. Er það kostingaprófið það? Ég held sem komin að kostingaprófum strókar Kostingapróf Katt er að sjálfsögðu búið Mars Seafood, það er Tommi á Kaffi Krúsinni. Já, það er engin annar. Nei, hann er að elda þetta fest alla daga sko, sendur vaktina bæði við frakkastíðin og svo Selfossi, en strákar, eru þið klárir? Hvað viltu að við gerum? Já. Þegar þú spyrir. Hvað er þetta? Er þetta Fáum við eitthvað svona spjöld eða Spjöldi verður góð, við þurfum kannski að útfæra þau fyrir næstu þetta ok. Þau þurfum bara að beita þumlunum í dag doing doing. Doing, doing. En ef við ekki að segja já og nei þannig fólk heyri sem er Jó, kannski út að labba með þið hundinn. megin kannski láta ok. það fylgja en sko, síðan býst ykkur alltaf sá kostur að rekja þetta í lengra máli síðar í drottningaviðtali og þá er það miðputtin sko. Og við erum að lofa drottningaviðtölum. En þú veist, en Það er getur eiginlega maður freistandi kostur Þú getur eiginlega ekki haft svo. Nei, ég ætla að taka hana af ykkur Þið fáðu bara upp eða niður og þurfum að láta já eða nei fylgja En strákar, ég spyr ykkur þið, eru þið komin í stellingar? Já. Já, ok, það er allt klárt Afnema ætti styrki til einkareikina fjölmiðla samhliða því að taka RÚV af auglýsingamarkaði Nei. Auka ætti frjálsæði á leigubílamarkaði á Íslandi Já. Það er bara eftir í hvernig það er gert. Auka ætti frjálsæði í veðmálastarfsemi á Íslandi með upptöku starfsleyfa Já. Eigum við að leggja niður jafnlaunavottum Ó, nei. Já, allavega breyta kerfinu eitthvað. Hafa þetta aðeins valkvæðar á svona. Þú mátt, já. Og hérna miða kannski við sko stærri fyrirtæki heldur en nú er. Eigum við að banna innflutning á bílum sem ganga fyrir eldsneyti Já, en Einhvern spurning tíma. hvenar við gerum Kemur strax. það hlýtur að vera vilji allra að klára Kemur það að því. Ok Eigum við að byrja aftur með samræmt próf Það eru þungar Eitthvað samrætt námsmat, einhverju mynd, Já, samrætt próf, hvað þýðir það? Já, milli, ok, já Grunnskólar er að kenna börnum að lesa, skrifa og reikna en láta foreldrarna að kenna samfélagsleg gildi nei. Nei, en þessi er stólinn úr kosningaprófi. Já Já. Á að hækka lágmarkslaun hér á landi Það er bara hlutverk aðila vinnumarkaðins, þannig vinnumarkaðsmódel sko, en ekki að fara að gera það með lögum sko. Þannig að já, ég meina þau munir bara halda áfram að hækka. Já. Nei, já. Það er bara að segja Ríkið á að halda áfram að styðja og taka þátt í samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins þar með talið uppbyggingu borgarlínu Já, kallar minn. Það er einróma Ísland á að taka þátt í að fjármagna vopnakaup fyrir Úkraínu Já. Já, þeir eru glæsilegir, þeir eru svona samtaka Það er komið að riddarspurningunum Sko, Jón, er Liverpool að fara að taka titil? Hvað sérðu? Er Liverpool að fara að taka titil? Þú erum konið í riddarspurningarnar? Já, það ætla ég bara rétt að vona vegna þess að ég er orðin púlari. Já. Jóhann, hvort er Jóhann Páll meiri alþýðuflokks eða alþýðu bandalagsmaður? Alþýðu flokks. Já. Jón, hvort er skemmtilega í alþingis eða forsetakostningabaráttu? Alþingis. Já. Það er ekki einmannalegt í fórseta. Er meira fjör í þessu? Mér finnst það sko það er svona meira undir einhvern veginn. Það er hérna svo örvitað er ég náttúrulega líka bara, þú veist, ég er í þeirri stöðu núna, ég er svona winning team svolítið sko, ég var það ekki og það er alltaf auðvitað það er alveg skemmtilegra skilur við, það fólk er bara já, það er að ganga vel hjá ykkur, já Það er ekki að gefa út lag, það gefur mér séns. Nei. Ég verður það að spyrja þig því ég ætla að spyrja þig sáðan, ég ætla bara að spyrja þig núna, þú ert keppnismadur, þetta mikill íþróttamaður Já. Varstu pirrað, kannski sást í hvað stemdi viku, 2 vikum fyrir kosningar, varstu pirraður á ekki unnið þetta? Nei, ég var búinn að sætta með þetta, ég var búinn að átta með á þessu löngu fyrir Hvenær fattar að þú var ekki að vinna? Sko, svona líklega
svona kannski viku eftir að Katrín Jakobsdóttir tilkynnti sig inn í þetta þá sko þá var búið að segja þetta við mig Katrín Jakobsdóttir að fara að bjóða sig fram og ég segi bara della, hún ekki hvað ekki helst þetta að hún myndi frá hérna hún það vinnur ekki sko fyrsta var það sem sagt að það væri einhvern veginn stemning fyrir því að kona yrði næsti forseti ég fann það þá og sko hvort það yrði hún eða einhver önnur kona vissi ég ekki sko en ég svona einhvern veginn ímyndaði mér að það yrði hún sko og sko þannig að sko ég og svo var ég náttúrulega líka kannski sko barnalegur í því að þú veist ég var náttúrulega í meira en fullri vinnu sko, við þetta, þannig að ég hafði ekki kannski tök á því að sinna þessu eins vel og ég hefði þurft að gera, ég vanmat það þú veist, þau voru að fara margar ferðir í kringum landið og ég hafði bara ekki tök á því sko. Þannig að sko, en ég ákvað samt sko, þú veist, það var hringt í mig þarna eftir að hún tilkynnti, það var hringt í mig frá Mogganum og MBL og ég spurði hvort ég ætlaði að draga framboðið mig tilbaka og ég, hvað mennur og því að Katrín Jakobsdóttir nei, veist, menur að ég sé hræddur við hana eða þú veist eitthvað nei, ég ekki að fara að gera neitt svoleiðis og ég þetta var alveg svona satt í mér af hverju, þú veist, bara þetta er bara búið spil, kallar minn, þú veist og sko ég var bara mjög sáttur ég var það mér fannst gaman að hafa gert þetta mér fannst gaman að taka þátt í þessu og ég lærði mjög mikið og eins og ég sagði aðan ég náði líka bara aðeins að sína hlið á mér algjörlega og við ætlum bara að rósa þér þú áttir mjög góðan endasprett og varst frábær kvöldina áður á RÚV og áttir mjög góðan endasprett og bara getur gengið sáttur frá borðið sko Já, þannig ég stend við það, skilur ég var ekki, og bara óska Höllu Tómasar Höllu Tómasdóttur til hamingju eða Höllu, eins og ég kalla eða Halla, eins og ég kalla Algjörlega Jóhann, kaustu Jón í forsetakosningunum? Vá, þessi er góð Nei. Og með svarið já, hann sér þetta því í dag Jóhann, viltu aukin einkarekstur í heilbrigðiskerfinu til að nýta skattfé betur? Nei, ég finnst ekki vera eitthvað markmið í sjálfu sér að auka einkarekstur í heilbrigðiskerfinu sko. Það eru ákveðnar aðgerðir og ákveðin verkefni sem er ágætt að útvista og einkarekstur heilsugæslustöðva hefur gengið bara ágætlega. Ég held að það þurfi eins og að passa sig þarna sko. Við viljum ekki að molni undan opinbera kerfinu sko. Þannig að sko mér finnst að útvistun og svona einkarekstur eigi þá að vera algjörlega á forsendum ekki bara almanna hagsmuna heldur að einhver leiti á forsendum opinbera kerfisins það þarf að, þú veist, það þarf huga líka að hag spítalan sko þegar það er verið að útvista tilteknum aðgerðum sko að það leiði ekki til þess að spítalinn bara missi mikilvæga starfskrafta og svoleiðis sko. Okay. Ég svo sammála þessu og líka bara sko, þessi sko, menningarlegi pilsfattakapitalismi sem hefur fengið að viðgangast inn á Íslandi það sem sagt sko, einhverjum verkefnum útvistað en án ábyrðar mér finnst að ábyrðin eigi alltaf að fylgja og það er kannski mikilvægasti hluti hins opinbera í útvistun á einkareikinni heilbrigðisþjónustu ábyrgðin fylgi með þannig að ef þú skýtur upp á baka þá þarftu að taka afleiðingunum af því en þú yftir ekki öxlum og dömpar því bara yfir á almenna kerfið Klart Já Jón, hvað á að gera við afa? Sko, erum við ekki að reyna eitthvað nein, menn þetta er eiginlega spurning Já, þetta er ennþá góð spurning í dag Hvað á að gera við afa bara, þú veist leyfa honum að vera sá sem hann er og elskan eins og hann er Mjög gott Þá erum við nokkuð veginn þurr Birkir í ritturunum Já Já, meina beitta það til lokin Beitta
Jóhann reyndar Hvað með Er það rétt að það varst þú sem greiddi fyrir upptökurnar í Klausturmálinu og greiddir Báru fyrir þær og sérðu eftir í dag? Ha? Þessi kom inn Ég hef aldrei heyrt þetta sko. Nei, þú varst að vinna í heimildina, það ekki? Já, nei Ég bara fekk þessar upptökur og svo kom á daginn að þetta var þessi Bára Halldórsdóttir sem vildi stíga fram og segja sína sögu sko. Og átti þetta við almenning? Já, ég til það Já, hann svaraði þessu bara vel Þetta var bara beitt spurning sem hann svaraði vel Já, sko þá eru komin Er það spurningar frá Það aðsend Hlustendur og vinnir ykkur En margir vilja vera nafnlausir og ég skil það að þessi vilja vera það Sko ég ætla að taka eina á okkur báða Nei, ég með tvær Byrjum að Jóni, sérðu fyrir þér að vera forseti eða verið búið að vera forseti alþingis eftir kosningar, var ekki góð þar? Forseti alþingis sko það væri þá eitthvað svona seinni tímamál ég geti alveg sko þá þyrfti ég að vera á ADHD-lyfjum held ég Eitthvað búin að tala allt og lengi Beng, bleng, bleng, bleng Nei, ég held ekki Nei Býðum aðeins með það Síðast spurning fyrir síðast spurninguna til ekki að begja byrja með Jóhann núna þú fær leyfi til að stofna nýtt ráðuneyti hvað sem hvaða málaflokkur eru það og hvað myndi það heita? Wow. Þessi erfið og góð Þetta andskot erfitt Því þetta eitthvað í hug, þá skal þú taka þetta undir mér sko Já sko Þú ert með eitthvað Jón Hvað myndi Jón gera? Svona draumaráðuneyti Já, þú myndi ekki bara teikna upp þitt eigið ráðuneyti Já, sko það væri sko mannréttindaráðuneyti sem að myndi þá sko þá líka innihalda sko sem sagt hagsmuni barna Já, mannréttindaráðuneyti Þetta er bara svona ein pæling sko. Já, mjög gott Jóhann, ertu með eitthvað? Þetta er erfið spurning, ég veit það Þetta er erfið spurning sko. Já Ég ætla bara að segja pass Já, kem með þetta næsta þetta Ég kem með þetta næsta þetta Þá er bara Já, þá er komið að loka spurningum á okkur báða við byrjum að Jóhann núna Einræðisherraráðuneytið Já, það væri mjög skemmtilegt líka Jóhann, þetta er bara einföld spurning af hverju á fólk að kjósa Samfylkinguna? Það þið eru með plan Já Nei, ég meina það sem við höfum sett á oddinn í þessu kosningum er plan til þess að ná niður vöxtum það eru annars vegar með áætlunum að sína meiri festu í ríkisfjármálum hins vegar bráðaaðgerðir í húsnæðismálum og ég meina við bara ætlum að standa og falla með þessu plani að það gangi upp og leggja höfuðið okkar að veði og svo eru það heilbrigðismálin og þar bara bjóðum við upp á mjög skýra sýn til framtíðar og mjög öflugt fólk sem við teljum að geti fyllt þessari áætlun eftir. Algjörlega. Jón, á hverju á fólk að kjósa Viðreisn? Loka spurning kvöldsins. Hægri hagstjórn, vinstri velferð og frelsi bæði í frjálshyggju og anarkískum skilningi þess árs. Já, Jóhann, Páll og Jón Gnarr, gangi ykkur sem allra best. Takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Þetta var mjög gaman. Já, takk. Gaman að fá okkur.